við þar. Eldri borgarráð var stofnað árið 1982 og við fáum ljómandi fínt myndband þar sem að Valgerður Gísladóttir, fyrrum starfsmaður, segir okkur frá þróun starfsins. Og síðan í seinni hlutanum að þá ætlar hann Þorgils Hlynur Þorbergsson að flytja okkur erindi þar sem að er svona samantekt af umræðum stjórnar Eldri borgarráðs frið og velsæld. En gjörið þið svo vel, hér kemur myndbandið með Valgerði Gísladóttur. Má slökkva rauðljósin. Já, verið velkomin í kynningu á starfi Eldri borgarráðs. Við ætlum að horfa sérstaklega til upphafsárana og þróunar starfs með eldri borgurum í Reykjavíkurprófastsdóminum báðum. Og ég er hér með góðan gest, þannig að Valgerður Gísladóttir, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir það, takk fyrir. Hún var árabil framkvæmdastjóri Ellimálaráðs og segðu mér nú, hvernig byrjaði þetta allt saman? Herra Sigurbjörn Einarsson biskup og herra Pétur Sigurgeirsson biskup, þeir höfðu báðir mikinn áhuga fyrir að gera svona eldri borgurum hærra undir höfði, ef svo má segja, innan kirkjunnar. Og það var aðeins farið að byrja kirkjustarf í 3 kirkjum og þá var það að Gísli Sigurbjörnsson, forstjóri á dvalarheimilinu Grund, hann gekk á fund Ólafs Skúlasonar sem þá var prófastur og ítrekkaði hvað það væri nauðsynlegt að koma á reglulegu eldri borgarastarfi í kirkjónum og að þetta sem að var svona byrja smávísir að starfi, að það þyrfti að efla þetta og svona hafa þetta samræmt í kirkjónum. Og að þetta yrði bara svona eins og annað starf í kirkjónum, bara sjálfsagður hlutur. Já. Bara eins og æskulýðsstarf og ýmislegt annað sem hefur verið, þá kæmi þetta sem viðbót inn í kirkjustarfið. Og Gísli gaf veglega peninga upphæð til þess að starta nú þessu og hann var náttúrulega mikill hugsjónamaður og mikill kirkjunamaður. Og hann lét sér ekki dett í hug einhverja hluti, hann fylgdi því eftir að þeir væri framkvæmdir. Það var sko sem mér fannst alltaf svo gaman að horfa á hjá Gísla, það sem ég kynntist honum. Og hann fylgdi því fast eftir að Ellimálaráð yrði stofnað. Já. Og Ólafur Skúlason, prófastur, kallaði þá saman nokkra einstaklinga. Þetta fólk þurfti fékk það verkefni að koma þessu af stað, mynda svona, og þetta var heilmikil vinna. Það þurfti að hafa samband við allar sóknir og sóknarnefndir og á ári aldraðra 1982 þá var Ellimálaráð Reykjavíkurprófastsdæmis stofnað. Og það tók nokkur ár að koma þessu á sem reglulegu starfi. Já. En á þessum tíma þá var svo öflugt kvenfélagastarf í öllum kirkjónum og það var ákveðið í upphafinu og passaði vel inn á þeim tíma að það var í Ellimálaráði var 1 fulltrúi frá kvenfélaginu, annar fulltrúi úr sóknarnefnd. Og svo fékk þetta fólk sjálfboðaliða með sér í starfið. Og það var gríðarlega öflugt sjálfboðaliðastarf á fyrstu árunum, allt upp í 12-13 sjálfboðaliðar í hverri kirkju, bara í þessu starfi. Já. Þannig að það náttúrulega auðveldaði starfið mikið og það var hægt að byrja með svo margt, af því það var svo margt fólk með svo mismunandi og marga hæfileika. Gaman að heyra. Sem að koma að þessu. Þannig að þetta var mikið þrekvirki hjá þessu fólki. Svo voru prófastsdæmin orðin 2, þeim var skipt niður, því þá fór að fjölga svo kirkjunum hérna í Austurprófastsdæminu. Já.
það var samt orðið þannig að það þótti sjálfsagður hlutur að leið og kirkjan tæki til starfa Já. í sínu húsnæði að þá kæmi inn eldri borgarastarf eins og allt hitt starfið. Já. Það var ekkert beðið með það. Það var búið að ná þeirri fótfestu. Já, það var búið að ná þeirri fótfestu að það var alveg eins sjálfsagt að hafa eldri borgarastarf eins og til dæmis barnastarfið á sunnudögunum. Já. Og þá var ráðinn framkvæmdastjóri Já. og það var Sigrún Gísladóttir hjúkrunarfræðingur Já. og djákni. Hún var með okkur í 7 ár, Já. fyrst í hálfu starfi og svo í fullu starfi og eftir það kom ég til starfa. Já. Já. Fyrst leysti ég hana af í 1 ár og síðan hún kom ekki aftur til starfa, fór aftur að kenna hjúkrun og þá var ég fastráðin og ég var hérna í 16 ár. Í þessu starfi. Já, alveg 16 ár. Já, já. Og það var mjög skemmtilegu tími. Já. En á þessum tíma þá var náttúrulega, voru að koma svona nýjar kirkjur og margir nýjir að koma til starfa og eins og ég sagði áðan að þá var þetta mikið byggt upp af sjálfboðaliðum og kvenfélögunum. Já. Þannig að það var eiginlega ekki, það var gott að það var hjúkrunarfræðingur í einhverju, þá hafði þær smá svona þekkingu minnst að komast inn í heilbrigðisgeirann. Það var ekki neitt faglært kirkjufólk. Nei. Nema bara prestarnir komu inn í. Þá reyndi svolítið mikið á stjórn Ellimálaráðs að standa fyrir svona fræðslufundum og ráðstefnum og ýmsu þess áttar fyrir þetta fólk sem var svona komið svona velviljað til starfa. Já. En það náttúrulega hafði kannski ekki menntun eða þekkingu inn í þetta. Nei. Vegna þess að við vitum það að inn í kirkjuna koma allir. Já. Þið vitið hvar sem er úr þjóðfélaginu. Og í eldri borgarastarfi þá er fólk með svo ólíkar þarfir og það er svona mismunandi aðstoð. Við þurftum til dæmis að fá fræðslu frá Tryggingastofnun, heilsugæslustöðvum og alls konar svona bara inn í heilbrigðisgeiranum fyrir fólk sem kom til okkar vegna þess að það hafði kannski enga aðra til að leita til. Nei. Og það reyndi svolítið mikið á þetta á fyrstu árunum. Já, já. Áður en að fór að koma svo aftur menntað fólk. Já. Í hvað fólst í starfinu þínu svona fyrstu árið? Allan veturinn var fundur einu sinni í mánuði fyrir fulltrúa og sjálfboðaliða og þá þurfti maður að vera tilbúin með einhvers konar fræðsluefni Já. og fá alls konar fólk úr öllum mögulegum stéttum til að koma inn með fræðslu sem kemur að gagni í starfinu. Svo höfðum við morgunfundi, þá komu, það var nú aðalega starfsmenn sem komu þá. Já. Fulltrúarnir voru nú kannski líka úr sóknarnefndum og voru þá bara við störf annars staðar. Já. En sjálfboðaliðarnir og svona þeir sem unnu í öldrunarstarfinu í opnum húsum. Og þá voru oft svona bara bera saman bækurnar og spekulir í hvað mætti betur fara og hvað væri hægt að gera. Já. Oft var það hægt líka ef einhver hafi verið með einhver voðalega skemmtilegt eða uppbyggilegt þá var hægt að fá það á fleiri staði. Þannig að það var svo gott að hafa þessa morgunfundi sem voru eiginlega meira rabbfundir heldur en fræðslufundir. Svoleiðis að og svo voru ég var á skrifstofunni fyrir hádegi. Já. Eftir hádegi fór ég út í kirkjurnar og var með í eldri borgarastarfi Já. í opnu húsi. Þannig að ég hef Þannig að þú fórst mikið á milli kirknanna. mjög mikið, já. Alltaf fastuliðu þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag. Já, já. Þá var ég í einhverju kirkju og mjög oft á föstudögum líka, sko. Já, já. Og þannig að þetta var heilmikið utanumhald, sko. Já. Allir þessi fundir og bara þetta starf að fara út í kirkjurnar, það náttúrulega kallaði á alls konar undirbúning og það að vera með í starfinu. En það var hins vegar mjög skemmtilegt. En segðu mér annað líka, þetta hét í upphafi Ellimálanefnd, svo einhvern tímann á þessari Það vegferð. hét Ellimálaráð. Ellimálaráð, já. Já. En svo
gerist það einhvern tíman á leiðinni að því breytt í eldri borgararáð? Þetta var eilíft svona umræðumál. Það byrjaði eiginlega á hverju hausti, ekki hægt að breyta nafninu. Og ég sagði alltaf að ég finnu þá eitthvað fallegt nafn, helst eitthvað sem byrjar eða endar á sól eins og öll fallega elli heimili gera. Já. Þetta elli fór svo fyrir brjóstið á fólki. Já. Og ég náði aldrei að breyta þessu. Það komu alls konar tillögur og mér fannst það svo líkar ellimálaráðsnafninu að það tæki því ekki að fara að breyta því. Já. Svo hætti ég og Þórey Dögg tók við að mér. Já. Og þá var þessu breytt í eldri borgararáð. Það leyti eða stutt eftir að hún tók við? Já, stutt eftir að hún tók við. Já. Síðan heitir þetta eldri borgararáð. Já, og hún búin að starfa í 10 ár. Já. Og hætti á síðasta ári. Já. Og þá tók ég við sem verkefnastjóri eldri borgararáðs. En hvað með helgihald í tengslum við eldri borgarastarfið? Já, það var nú, eins og ég hef sagt að þá var alltaf einhver smá helgihald inn í hverju opna húsi. Já. En þar að auki voru líka guðsþjónustur á vegum ellimálaráðs. Já. 1994 var jólaguðsþjónusta milli jól og nýjárs í Hallgrímskirkju, þar sem herra Sigurbjörn Einarsson predikaði. Og hún tók svo vel, það var full kirkja og fólki var svo ánægt og þannig að það var ákveðið að hafa svona guðsþjónustu á hverju ári. Já. Og fyrst voru þær milli jól og nýjárs, en á þessum árum voru mikil tengsl á milli félagsþjónustunnar og ellimálaráðs. Þannig að við breyttum þessu, hefðum guðsþjónustuna fyrsta virkan dag í 9 ári, af því að þá var allt starfsfólki í félagsmiðstöðunum komið til starfa því það þurfti að hjálpa fólkinu að komast í kirkjurnar. Já. Það kom oft nokkra rútur, það voru búin smali rútur og komið. Þetta samstarf gekk mjög vel í fjöldamörg ár. Og af því að þetta gekk svo vel, þá fórum við að hafa líka sumarguðsþjónustur. Alla miðvikudaga í júní og þá fóru þær bara frá einni kirkju í annar og það var líka svona, þær gengu svona vel. Og seinni árin að þá fórum við að hafa haustguðsþjónustu og páskaguðsþjónustu. Og þetta gekk bara mjög vel í mörg ár, nema við hættum með þessar sem voru hvern miðvikudag í júní, því það svona einhvern veginn fjaraði út. Fólk var að fara í frí og annað, en hitt hélt sig 4 á ári alltaf. Já. Og það gekk mjög vel og var mjög vinsælt, En segðu mér Valgerður, nú hefur síðustu árin verið alveg uppselt á Löngumýri í orlof eldri borgara. Hvenær byrjaði það og hver var aðdragandinn? Það leyti sem ég kom inn í stjórn ellimálaráðs áður en ég var framkvæmdastjóri, þá var ég byrjuð að standa fyrir og vinna í orlofi eldri borgara í Skálholtskirkju. Og þar vorum við í nokkur ár. Svo var ég framkvæmdastjóri í ellimálaráði, sem hét þá, og þá opnaði svo leið að fara með fólki á Löngumýri og sem var náttúrulega miklu heppilegra húsnæði. Það var nú fyrst og fremst það sem var til þess að við fluttum okkur, það var svo auðvelt allt aðgengi þar. Já. Og það var, fyrstu árin voru 3 hópar og svo voru þetta orðið 4 og svo hefur þetta vaxið bara og dafnað og það alltaf uppselt. Ég sagði nú stundum að ég gæti verið með orlof þar bara fram í sláturtíð því að það var alltaf svo vel sótt og óskaplega vinsælt starf. Já, það eru 7 vikur núna, sumar. Já, það einmitt svo gaman að geta hægt og sé svo að samt vex þetta allt og dafnar og verður bara meira og betra, Það finnst mér, nú fer ég í orlof og sitt hinum megin við borðið og það finnst mér líka alveg rosalega gaman. Ég heyrði meiri segja að þú hefði verið daginn á Löngumýri, þar sem var bara 3 stiga hiti og snjókoma úti og enginn komst út fyrir hálku, en þið bara skemmtuð ykkur allan tíman inni. Alveg konunglega allan tíman. Það bara ekki hægt annað en að skemmta sig vel á Löngumýri. Það svo góður staður.
og það er svo gott fólk, það er svo gott viðmót sem mætir manni þegar maður kemur þangað, sko. Já, yndislegt. Yndislegu staður að vera á, sko. Áttu einhverja svona skemmtilega minningu úr starfinu sem þér kemur í hug, eitthvað? Eldriborg, það er náttúrulega, þetta var bara alltaf mjög gaman, en það var dálítið sérstakt, sko, einhvert árið þá komum við norður og sama klukkutíma og við komum á Löngumýri þá gekk ísbjörn á land út á Skaga og það snerist náttúrulega allt það þennan dag. Þetta endurtók sig með næsta hóp. Nei. Ég hafði smá áhyggjur í þriðja sinni erum við bara kalla á ísbjörni en það kom engin ísbjörn í þriðja hópin. Er eitthvað sem að þú myndir vilja koma fram með að lokum? Þegar ég hugsa þetta starf, því ónýttalega heldur maður áfram að hugsa þá maður sé hættur. Já. Að þá ég að hugsa að nú verið að sameina svo margar sóknarnefndir og kirkjur. Já. Og þá náttúrulega verður verður svæðið miklu stærra sem heyrir undir kirkjuna. Já. Svo byrjar opna húsið á haustin og mér finnst alveg nauðsynlegt núna og mikið umhugsunarefni að þessar kirkjur verða að koma sér upp akstursþjónustu. Já. Eldri borgarar labba ekkert einhver ósköp og það hafi ekki allir ættingi á miðjum dögum til að keyra það. Nei. Ég held að það þarf að athuga þetta vel og vandlega og svo enn og aftur það sem ég alveg hamraði nú alltaf á, það er mikið félagsstarf í boði nú í dag fyrir eldri borgara sem er mjög gott. En kirkjustarf eldri borgara, það verður að koma einhvers konar helgihald inn í opnahúsið. Það sé minnstakosti bænastund eða smá hugleiðing og bæn og eitthvað svona. Þetta er mismunurinn á kirkjustarfi eldri borgara og félagsstarfi eldri borgara að það er helgihald í kirkjustarfinu. Já, það er gott að ég hamraði alltaf á þessu. Og, já, að lyfta því upp. Já, vegna þess að það er mjög margir eldri borgarar sem að komast sjaldan eða aldrei í messur. Já. Þeim þykir ákaflega vænt að fá þó þessi bara smá hugleiðing og bæn. Já. Þó þessi ekki endilega full guðsþjónusta. Já. Ég held að þetta séu nú bara góð loka orð, Valgerður. Já. Mikið var dýrmætt að fá þig til mín hérna. Takk fyrir að bjóða mér. Til þess að segja okkur þessa sögur svona upphafið til þess að varðveita hana. Já. Og ég vona að þið hafi notið þess og séuð einhvers fróðari. Gísladóttur og manninum mínum Guðmundi Ásmundsinni sem að sá myndatökuna og hljóðið. Og þetta verður einhver bara heimild sem við getum geymt og átt í kirkjunni sem að var gott að fá hjá þér, Valgerður. En nú ætlar hann Þorgils Linur Þorbergsson, guðfræðingur, sem er nýkomin í stjórnina hjá okkur. Hann ætlar að flytja fyrir okkur erindi sem er samantekt af fundum okkar eldri borgararáði núna undanfærið frið og velsæld. Það er alltaf tæknin að stríða okkur. Já, komið í sæl öll sömul og ég vona að þið heyrið í mér. Það verður svolítið svona hugvekjubragur á þessu hjá mér og ég veit að þið virðið það og nú hef ég erindið. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Ég veit að þetta hljómar eins og ég ætla að flytja einhverja predikun hér í kvöld. Að predika er nefnilega eitt af skemmtilegasta sem ég geri, en kjarni málsins er sá að ég hafði verið beðin að gera grein fyrir hugtakinu friði fyrir hönd stjórnar eldri borgararáðs á kirkjudögum 2024 og
hvernig friðurinn snertir okkur á sem flestum sviðum. Þetta ávarp sem prestur flytur okkur úr predikunastóli áður en hann leggur út af texta viðkomandi sunnudags reyndar að finna í Biblíunni í bréfi Páls postula til Efesusmanna. En hvað friður og hvernig hægt að skilgreina hann? Það eitt víst að frið hægt að skilgreina á svo marga vegu og efnissvið þessa hugtaks afar víðfemt. Á netsíðunni Wikipedia segir að friður sé, tilvitnun hefst, ástand laust við átök. Oftast þá stríðsátök að ræða og friður í þeim skilningi andheiti stríðs. En einnig vísað til friðar sem ástand þar sem læti og persónuleg átök eru ekki til staðar og þá samheiti kyrrðar. En ein merkingin vísar til hugar ástands þar sem einstaklingur á ekki í innri átökum eða efasemdum og þá talað innri frið. Tilvitnun lýkur. Á fundum okkar í eldri borgararáði frið og velsæld bar margt á góma. Hægt að finna talsverðan fjölda samheita yfir frið. Orðið næði auðvitað dregið af þessu guðfræðilega hugtaki náð sem ég hóf mál mitt á. Náð guðfræðilegt hugtak yfir óverðskuldaða gæsku Guðs í garð okkar syndugra manna sem einatt gleymum honum í daglegu amstri og hraða nútímans þar sem hugtakið friður ef til vill ekki ofarlega í hugum okkar. Sennilega upprunaleg merking þessa afleita orðs næði það að fá að hvíla í friði Guðs fyrir náð hans við bæn og íhugun. Það var einnig gott að fá að undirbúa þetta ávarp einn við tölvuna í næði og kyrrð án þess að nokkuð gæti truflað mann öfugt við símhringinguna áðan. Næði getur einmitt merkt friðsemd eða róleg stund. Friður felur einnig í sér hvíld, værð og ró. Á meðan líkaminn satt kyrr við tölvuna og fingurnir renndu yfir lyklaborðið var samt lítil rósemd yfir huganum þar sem svo margt leitaði á hann og það var eins og hver hugsunin og myndin á fætur annari vildu ryðjast fram og láta mig vita af sér. Efni funda eldri borgararáðs nú í vor og sumar rifjuðust upp og nýjar hugsanir létu einnig á sér kræla ég sat og skrifaði þessa skýrslu. Rætt var hebreska hugtakið shalom sem notað í þessu samhengi. Það merkir ekki aðeins friður, heldur einnig jafnvægi, velferð og öryggi, auk þess sem samkvæmt Wikipedia það orð notað til þess að heilsast og kveðjast. Friðarkveðja kirkjunnar enda á þessa leið, friður sé með þér. Margar myndir hægt að draga upp af friði. Hér má sjá fyrir sér vatnsmikinn foss sem steypist niður fram af háum kletti. Á bakvið fossinn og hávaðan sem honum fylgir, á lítilli klettasillu, hreiður með 4 eða 5 litlum ungum. Pínulitlum ungum. Annað foreldrið matar ungana á meðan hitt flýgur og aflar frekari fæðu. Handan hávaða og skarkala fossins sem þarna steypist fram leynist hreiður með litlum ungum sem neita þeirrar fæðu sem foreldrar þeirra mata þá á í friðsemd og kærleika. Þetta gæti verið góð mynd af íslenskri náttúru. Og enn aðra mynd skal ég draga upp í þessu samhengi, einnig íslenska. Það komið kvöld hávetur, úti geisa fárviðri og blind bylur. Veður englarnir, eins og Páll Bergþórsson nefndi hina svokölluðu veður guði og mér finnst miklu fallegra hugtak veður englarnir. Og þeir láta ófriðlega og ekki sér út úr augum. En heima, inni í hlýju húsinu, dvelur fjölskyldan í velsæld, pabbi, mamma og börnin í friði, skjóli, ró og öryggi. Húsið stendur á traustum grunni. Litlu máli skiptir þótt rafmagnið sé farið og börnin geti ekki leikið sér í tölvunum eða símunum. Hleðslan nefnilega búin.
Kveikt á kertum og heimilisfólkið grípur kannski í spil eða ræðir ýmis mál sem ella gefst ekki tími til að velta fyrir sér í dagsins þunga erli. Kærkominn friður gefst frá áreiti, píps og hringinga frá snjallsímunum stund. Slíkar samverur eru gefandi og eftirminnilegar. Á þessu heimili ríkir friður þó svo að ekki sé allt með felldu. Eitthvað sé ekki venju samkvæmt. Jú, rafmagnið farið. Og jæja, en það kemur alltaf aftur. Dæmi fjölskyldumynd vansældar heldur ólíkari hinni verði því miður einnig að draga upp. Mamma og börnin bíða óttaslegin heima eftir pappa. Hann hafði brugðið sér á krána. Mamma hafði reynt að hindra för hans þangað, en allt kom fyrir ekki. Hvernig skildi pappi verða þegar hann kemur aftur heim? Eftir nokkra stund útidyrahurðinni hrundið upp og pappi öskrar á mömmu og börnin, hótar þeim öllu illu og slær til mömmu. Elsta barnið nær að hlaupa inn í herbergi sitt og hringja í lögregluna. Þetta alls ekki friðsæl fjölskyldumynd og eflaust fer best á því að sleppa frekari málavöxtum hér. Þarna erum við komin að andstæðu friðarins, ófriðinum. Hann ekki síður víðfeðmt hugtak en sjálfur friðurinn. Hvers vegna eru háð stríð úti allan heim og barist völd, til dæmis þegar stórveldi ræðst á friðsæmt nágrannaríki eða nágrannaríki hatast hvort eða hvert við annað af einhverjum ástæðum. Saklaust fólk týnir lífi eða örkumlast. Styrjaldir geisa og baráttan víða hörð, ekki síst lífsins gæði. Sjaldan veldur einn þá tveir deila. Flóttamannavandi heimsins orsakast annars vegar af stríðsátökum og hins vegar af loftslagsbreytingum. Ófriður og misskipting lífsins gæða valda mikilli vansæld. Við í stjórn eldri borgararáðs sjáum ekki að velsæld geti dafnað og blómstrað þar sem stöðugur ófriður og hatur ráða ríkjum. En þegar unnt að einangra sig frá stöðugum niðnum, eins og í myndlíkingunni fuglana hér áðan, þá hægt að leita sér friðar. Við erum vanmáttug gagnvart styrjöldum, en með því að hlúa að friði hið innra með okkur og í næsta nágrenni hefur það smitandi áhrif til góðs og við leggjum okkar lóð á vogarskálar friðar. Bænir okkar allra og hlýjar hugsanir, einlægar óskir til friðarins Guðs, þann frið á jörðu og þá velþóknun yfir mönnunum sem englarnir á Betlehemsvöllum sungu forðum, eru hjá þeim öllum sem líða og þjást af þessum völdum, hvar í heiminum sem þau búa. Við heyrum þennan dýrðarsöng englana óma sérhver jól og ekki bara þá, heldur einnig við langflestar guðsþjónustur eða messur sem við sækjum. Hafið þið velt fyrir ykkur skyldleika orðanna heimili og heimur á íslensku? Við verðum að lifa þannig að allur heimurinn sé í raun heimili okkar. Við eigum hvert og eitt að fara þannig með þann heim sem við lifum í, eins og við viljum sjálf að farið sé með okkur og heimili okkar af virðingu og kærleika. Og við getum að lokum skilið í sátt og friði við þennan heim, eins og við viljum að hann verði eftir okkar dag. En það eru samt alltaf einhver öfl í heiminum sem spilla og oft rata þau öfl í fréttirnar. Þau öfl orsaka styrjaldir og róstur sem spilla friðnum, meðal annars vegna misskiptingar gæða jarðarinnar. Við tökum öll undir bæn hinnar þýsku Nicole, ein bisschen Frieden, örlítinn frið. Í þessu samhengi megum við ekki gleyma aðal friðflytjandanum, Jesú Kristi, syni Guðs. Við upphaf fjallræðunar í Matteusar Guðspjalli segir Jesús meðal annars: Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða.
Jesús Kristur boðar að sannan frið sé að finna í elskunni, kærleikanum og því að við lifum í sátt við okkur sjálf, Guð og náungan. Að vera friðflytjandi felur það í sér að stuðla að einingu og réttlæti, sýna samhygð og virðingu, líkna þjáðum og umfaðma fjölbreytileikann. Þannig stuðlum við að friði í heiminum. Af þessu öllu má sjá að friðurinn sem slíkur mun víðfeðmara hugtak en hægt að gera grein fyrir í svo stuttu ávarpi sem flutt hér í kvöld. Jesús Kristur segir líka: frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Og það vers sáum við einmitt við helgistundina hér áðan. Gáum að því að sá friður sem Jesús gefur frábrugðinn þeim friði sem heimurinn gefur. Hér ekki að ræða ógnarjafnvægi þar sem friðurinn helst á meðan þú ræðst ekki gegn mér eða ríki gegn ríki. Jesús gefur frið sem byggður á allsherjar jafnvægi á milli Guðs og manns, fyrirgefningu, sátt, kærleika og vellíðan sem breiðist út til annara. Það friður eilífðarinnar sem hefst hér og nú. Sá himneski friður kemst að okkur þegar við opnum upp á gátt fyrir Guði. Kirkjugarðarnir eiga að heita friðhelgir staðir. Þangað sækir fólk gjarnan frið það vitjar leiða látinna ástvina eða bara gengur og lesi utan á legsteina og krossa. Slíkt einatt róandi í dagsins önn og fær fólk oft til þess að íhuga lífið og tilveruna. Það á við mig meðal annars. Á undirbúningsfundi okkar í Eldri borgararáði var þeirri spurningu meðal annars velt upp hvað fælist í því sem stendur á mörgum legsteinum og krossum, það að hvíla í friði. Ég ætla hér aðeins að lokum að vísa til þeirrar kristnu vonar að það ríki sá friður sem Jesús Kristur gefur okkur í eilífu lífi, sem við skiljum ekki enn í þessu jarneska lífi. Sá friður ólýsanlegur. Og megi sá friður sem æðri öllum skilningi varðveita hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú, eins og segir í bréfi Páls postula til Filippímanna. Friður sé með okkur öllum. Shalom. Amen. Kærar þakkir. Já, sjálfsög. Þakka þér fyrir, Þorgils. Línu, það var eiginlega ekki einfalt verk fyrir hann að safna saman öllum pælingunum okkar og setja þetta svona í eina straumlínulega, við skulum segja ræðu. En kæra þakkir, þetta voru samt pælingar friðinn og velsældina. Eru einhverjar spurningar, við höfum nokkra mínútur, eru einhverjar spurningar sem hvíla á ykkur varðandi annarkvort erindið hennar Valgerðar eða hans Þorgils Hlyns? Hver þorir að ríða á vaðið? Já. Ég vil fá að þakka ykkur kærlega fyrir þetta góða innlegg hér og mjög fróðlegt að heyra upphafsárin í myndbandinu og kæra þakkir Valgerður Gísladóttir fyrir þitt mikla og öfluga starf fyrir ellimálaráð sem við köllum nú Eldri borgararáð og þetta góða yfirlit og sömuleiðis kæra þakkir fyrir þitt innlegg frá stjórninni sem er mjög áhugavert. Mér langaði svona að varpa því til ykkar hvort þið lumi kannski eins og einu góðu ráði fyrir okkur ef við finnum fyrir ófrið innra með okkur. Hvað getum við gert? Já, þú segir það. Hvað getum við gert ef við finnum ófrið innra með okkur?
Já, mitt svar í rauninni að snúa sér á Guði og biðja hann að hjálpa sér. Hvað myndir þú segja, Þorgils? Ég er hverju orði sammála. Já, Og vegna þess að Guð getur gefið okkur friðinn sem að aðrir geta ekki gefið og ég var að lýsa fyrir þeim á eldri borgarafundinum að þegar ég hefði fyrst upplifað þennan djúpa, kyrra frið sem Guð gefur, þá var það svona eins og svo mikið jafnvægi innra með mér að það var alveg sama hvað hefði komið upp á í lífinu eða ætla að hreyfa við mér, það hefði ekkert getað hreyft við mér af því að friðurinn var sterkari. Og það yndislegt. Mér langar líka eiginlega að segja ykkur eina sögu sem tengist sem við töluðum daginn og sem að tengist friði og ófriði. Því ég hef verið að kenna útlendingum íslensku, flóttafólki hér og þá var mér mjög eftirminnileg saga sem kona sagði mér sem að kom úr stríðinu á Sýrlandi. Flýði hingað nótt til að bara komast í burtu úr þessum hryllingi. Og svo þegar hún loksins fær tækifæri til þess að leigja sér húsnæði, þá er hún á jarðhæð þar sem í svona bílskúr og hún fær þau skilaboð og hún geti leigt hér nema hvað að hún er með húsræðendunum að skoða og það eru svona 2 gluggar og síðan hurð og hún horfir á gluggana og svo horfir hún á húsræðendan og svo segir hún sko ég get ekki búið hér nema að verði setti rimlar fyrir gluggana og fyrir hurðina og húsræðandinn horfir á hana undrandi og segir, hefur býtu, við gerum ekki svoleiðis hér á Íslandi. Já, en ég er ekki örugg ef það er ekki rimlar fyrir gluggunum. Og þá segir hann, heyrðu, við skulum svona skoða þetta, gefa þessu 2 mánuði. Ef að þú ert sama sinnis eftir 2 mánuði, þá skulum við skoða málið. Og hún fjælst á það og eftir 2 mánuði þá sá hún að hún þurfti ekki neina rimla fyrir gluggana. En bara þessi mynd, þessi raunverulega manneskjulega þjáningarmynd segir okkur að við Íslendingar við vitum eiginlega ekki hvað er ófriður. Við þekkjum ekki ófrið, svona virkilega mikinn ófrið og óöryggi nema kannski svona í einstaka tilfellum. En við mögum vera hugsi fyrir því og við mögum biðja fyrir þessu fólki sem að býr við stríðsógn alla daga. Algjörlega. Það er eitthvað ofar okkar skilningi. Já. Og þá bara þökkum við fyrir. Er einhver fleiri spurningar? Komið með eina á hann Þorgilsli. Eina eða 2. Dembið einhver á hann. Við skulum sjá. Ég hef líka aðstoðarmannesku. Hvað fannst þér erfiðast við að hugsa frið eða ófrið? Það er það sem að dynur á okkur í fréttunum nánast daglega. Það er allar þessar fréttir af styrjöldum vísvegar heim og ég veit að ég þurfti ekki að nefna sérstök landsvæði. Við þekkjum þetta úr fjarska þó svo að við búum við þá gæfu að eiga heima í friðsælu tiltölulega friðsælu landi sem við þökkum Guði fyrir. Já, við megum svo sannarlega þakka fyrir þau gæði sem að við búum við og minnast bænanna fyrir fólkinu sem að býr við ófrið. Takk fyrir í dag, kærlega. Kæra þakkir.
Gefur mér merki þegar streymið komið af stað. Já, komið í sæl. Ánægilegt að sjá okkur hérna í kvöld í Lindakirkju og ykkur sem eru á netinu. Félag prestvígðra kvenna stendur fyrir þessari málstofu. Félagið sjálft svona rétt að komast á fermingaraldurinn, en í ár fögnum við þessum áfanga. Það er liðin 50 ár síðan fyrsta konan hlaut prestvígslu hér á Íslandi. Og til þess að fræðast meira það hvað gerðist, hvernig kom þetta til þegar lúterska heimssambandið sagði já, þá ætlar hún Arnfríður Guðmundsdóttir að tala fyrst og síðan kemur hún Sólveig Lára og segir frá svona hvernig árin hafa verið, hvað hefur gerst. Við kannski sem erum fæddar eftir 1970 vitum það að við konur getum orðið hvað sem læknar, prestar, lögfræðingar, húsmæður, bara hvað sem en þetta var kannski ekki raunin fyrir þann tíma og stundum kannski enn í dag virðist þetta vera svolítið tregt. En í dag erum við að fá annan biskupinn úr okkar röðum, kvenbiskupinn, eftir nokkra daga, vígslubiskup úr röðum kvenna, prófastar og sóknarprestar, þannig að þetta allt saman komið. En 50 ár kannski ekki langur tími í mannkynssögunni eða sögu Íslands. En hugsa ykkur hvað hefur samt gerst. Það eru tæplega 120 konur sem hafa verið vígðar á þessum 50 árum. Í sjálfu sér það ekkert mjög há tala. En er alltaf fleiri og fleiri á hverju ári. En við ætlum að hlusta á hana séra Arnfríði, dóttur Arnfríði, gerðu svo vel. Komið sæl, heyriði vel? Ok. Er það? Ég er að fela mig hérna á baku. Hvað segir þetta? Heyriði, já, mig langaði að tala það þegar að lúterska heimssambandið sagði já við prestvígslu kvenna. 20. júní síðastliðinn, það voru 3 prestvígðar konur mættar í heimsókn til páfa í Vatíkaninu í Róm. 2 prestar og 1 biskup, vandlega merktar með prestakraga, 2 í svörtum prestaskyrtum og 1 í fjólublári biskupsskyrtu. Þó að tilgangur heimsóknarinnar hafi ekki verið að minna á konuna sem ekki fá prestvígslu innan rómversk-kátólsku kirkjunnar, sem jú ein af fjölmennustu kirkjudeildum heims, þá var það engu að síður mikilvægt fyrir okkur sem voru þessar vígðu konur í hópnum að sýna samstöðu með systrum okkar sem hafa fengið köllun til að þjóna sem prestar en geta ekki framfylgt þeirri köllun og sjá ekki fram á að geta það á næstu áratugum. Í slíku samhengi vakna ýmsar spurningar, meðal annars þessar: hver getur bannað þeim aðgang að hinum vígðu embættum? Hver hefur umboð til að gera það? Og hvaðan kemur það umboð? Eitthvað fyrir okkur að hugsa og kannski velta vöngum yfir hér saman á eftir. Það er auðvelt fyrir okkur hér á Norðurlöndunum að gleyma því að konur eru ennþá útilokaðar frá prestvígslu innan lúterskra kirkna út allan heim. Þó að mikill árangur hafi náðst á síðustu árum og áratugum innan þeirra lútersku kirkna sem tilheyra lúterska heimssambandinu.
Svo til fjölmenn lútersk kirknasambönd sem hafna alfarið prestsvígslu kvenna, en það verður ekki tími til að fjalla þau hér í kvöld. Til áréttingar á samhengi sögunar þá hef ég sett hér á glæru ártöl sem sýna hvenær fyrstu konurnar voru vígðar innan lúterskra kirkna á Norðurlöndunum. Árið 2013 þá samþykkti lúterska heimssambandið metnaðarfulla jafnréttisstefnu sem undir heitinu Gender Justice Policy sem unnið hefur verið eftir síðasta áratuginn. Meðal áhersluatriða í stefnunni full þátttaka kvenna í vígðri þjónustu kirkjunnar. Í stefnunni kemur fram að árið 2013 neyti tæplega fjórðungur aðildarkirknasambandsins konum vígslu. Fyrir 10 árum. Á heimsþinginu í Kraká í Pólandi haustið 2023 var haldið upp á 10 ára afmæli stefnunnar og teknar ákvarðanir áframhaldandi starf í hennar anda. Heimsþing lúterska heimssambandsins eru haldin 7. hvert ár og hverju einasta heimsþingi síðan 1984 hafa verið samþykktar ályktanir varðandi fulla þátttöku kvenna í starfi kirkjunnar og smátt hefur kirkjunum sem vígja konur verið að fjölga. Heimsþing lúterska heimssambandsins sem haldið var í Búdapest árið 1984 markaði þáttaskil í stefnu sambandsins varðandi vígslu kvenna. Á þinginu var kynjakvóti kynntur til sögunar til þess að tryggja að minnsta kosti 40% þátttöku kvenna á fundum sambandsins og í stjórnum og nefndum sem fara með ákvarðanavald. Þetta hafði afgerandi áhrif fyrir öll kirkjusamfélög innan sambandsins, þar á meðal okkar kirkju, þar sem kynjakvótin reyndist áhrifaríkt tæki í baráttunni fyrir fullri þátttöku og auknum áhrifum kvenna í aðildarkirkjunum. Á þinginu í Búdapest var einnig samþykkt að hvetja aðildarkirkjur sem ekki vígðu konur að taka markviss skref í áttina fullri þátttöku kvenna, einnig í hinni vígðu þjónustu. Þá voru aðildarkirkjurnar sem ekki vígðu konur hvattar til að þróa verklagsreglur sem tryggðu jafnrétti í þjónustunni og sömu réttindi og karlar. Í skýrslu sem var gefin út í aðdraganda heimsþingsins í Pólandi á síðasta ári kemur fram, og hún hér, ef þið viljið kíkja á hana aftur, kemur fram að árið 2023 vígi 90% aðildarkirknanna konur. Þrátt fyrir augljósan árangur talið mikilvægt að halda áfram að vinna settu marki, þar að segja fullri þátttöku kvenna í vígðri þjónustu og þar með gefa konum tækifæri til að nýta hæfileika sína og njóta menntunar til jafns við karla og svara leið innri köllun sinni til að verja starfskröftum sínum í þjónustu kirkjunnar. Það full ástæða fyrir okkur sem í ár fögnum því að fyrsta konan var vígð til prestsþjónustu í okkar kirkju fyrir 50 árum. Að minnast þess sérstaklega að ennþá eru til lúterskar kirkjur sem neita konum aðkomu að vígðri þjónustu. 2 nýleg dæmi frá lúterskum kirkjum í Evrópu sem tilheyra lúterska heimssambandinu árétta mikilvægi þess að haldið sé áfram að hvetja aðildarkirkjurnar til að fylgja yfirlýstri stefnu sambandsins varðandi aðgang kvenna að vígðri þjónustu. Fyrra dæmið frá Lettlandi en árið 2016 það ákvað kirkjuþing lútersku kirkjunnar í Lettlandi að breyta stefnu sinni varðandi prestsvígslu kvenna og í stað þess að vígja bæði konur og karla að einskorða vígða þjónustu við karla. Lúterska heimssambandinu var kunnugt að það stæði fyrir dyrum að taka ákvörðun prestsvígslu kvenna til endurskoðunar og óskaði eindregið eftir því við fulltrúa kirkjunnar að halda sig við yfirlýsta stefnu sambandsins í þessum málum en án árangurs.
Síðara dæmið frá Pólandi. En lúterska kirkjan þar tók ákvörðun að vígja konur til prestsþjónustu og viðurkenna rétt þeirra til að leiða safnaðarstarf og gegna biskupsþjónustu á kirkjuþingi haustið 2021. Eftir að hafa deilt réttmæti þess í áratugi. Frá árinu 1999 höfðu konur í pólsku kirkjunni fengið að þjóna sem djáknar og máttu syngja messur og skíra börn. Árið 2016 var þeim veitt leyfi til að úthluta einnig altarissakramentinu. Í maí 2022 voru fyrstu 9 konurnar prestsvígðar. Þær eru hér. Í aðdraganda heimsþingsins síðasta haust var haldið kvennaþing þar sem konur stilltu saman strengi sína og undirbjuggu þátttöku á heimsþinginu í Kraká. Það var sérstaklega áhrifamikið fyrir okkur sem tókum þátt í kvennaþinginu að fá að gleðjast með pólskum systrum okkar sem höfðu margar hverjar beðið í áratugi eftir því að fá prestsvígslu. Pólsku konurnar deildu með okkur hinum reynslu sinni af langri og þrotlausri baráttu fyrir því að fá loks tækifæri til að hlýða köllun sinni til prestsþjónustu. Sannarlega ekkert sem þær gátu gengið að sem vísu eins og við höfum gert nú í hálfa öld, sem vissulega ekki langur tími í 2000 ára sögu kristinnar kirkju. Útilokun kvenna frá henni vígðu þjónustu táknræn fyrir kynjamisréttið sem hefur verið til staðar innan kristinnar kirkju aldir. Einkaréttur karla á vígslunni hefur verið réttlætt og ennþá réttlætt með tilvísunum í Biblíuna og kynnt sem hluti af skikkan skaparans. Þar sem karlar eru æðri konum og þeim því ætlað að vera í ábyrgðarstöðum og meðan konum ætlað að þjóna og hlýða. En kynjajafnrétti líka réttlætt út frá textum úr Biblíunni, eins og fyrir sköpunarsögunni og hinni fornu skírnarformúlu úr 3. kafla Galatabréfsins. Sú staðreynd að hvort tveggja, rökin með og móti jafnri stöðu kvenna og karla byggja á textum ritningarinnar, kallar á gagnrýnan lestur á þessum textum út frá kynjasjónarhorninu. Með því að setja fullt jafnrétti kvenna og karla á oddinn, þar sem það áréttað að bæði eru sköpuð í mynd Guðs og skýrð inn í samfélag í nafni Krists, getur kristin kirkja fundið í Biblíunni skýr skilaboð að praktísera jafnrétti og hafna útilokun og ofbeldi sem byggir á kynjamisrétti. Lúterska heimssambandið hefur alltaf lagt megin áherslu á guðfræðileg og biblíuleg rök með kynjajafnréttinu í stað þess að einblína á mannréttindabrotin sem kynjajafnréttið vissulega felur í sér. Af þeim sökum hefur áherslan á kynjaréttlæti tengst umræðinu mikilvægi guðfræðilegrar menntunar sem tæki til að varpa hulunni á guðfræði sem notuð til að réttlæta kvenfjandsamlegar hugmyndir, þar á meðal hugmyndir hefðbundin kynjahlutverk og undirgefni kvenna. Með því að leggja áherslu á raunverulegt jafnrétti kvenna og karla sem sköpuð í mynd Guðs og endurfædd fyrir gjöf skírnarinnar, þá kynjaréttlætið viðurkennt sem grundvallaratriði í kristnum mannskilningi. Að sama skapi viðurkennt að hið sanna eðli kirkjunnar sé að vera samfélag jafningja. Þess vegna gengið út frá því að ekkert annað en full þáttaka kvenna í hinni vígðu þjónustu til jafns við þátttöku karla sé ásættanlegt. Hinn karllægi kúltúr sem hefur mótað prédikun og praxís kristinnar kirkju aldir gerir baráttuna fyrir kynjaréttlætinu bæði aðkallandi og ótrúlega flókna. Það mikilvægt að hafa stefnur og kynjakvóta, en það nægir ekki eitt og sér. Stefnur vísa veginn og kynjakvótin gefur tæki og tól til að vinna með. En hinn trúarlegi þáttur verður alltaf að vera númer 1.
Innan kirkjunar getur kynjajafnrétti og kynjaréttlæti aldrei verið annað en trúarlegt atriði. Með öðrum orðum þá að ræða kjarnaatriði í kristinni trú sem gengur út frá því að við séum öll jöfn, óháð kyni, kynþætti, stétt eða öðru sem greinir okkur að. Þetta hefur alltaf gegnt lykilhlutverki í boðskap lúterska heimssambandsins, hvort sem hann hefur verið settur fram í stefnumótandi skjölum, skýrslum eða ályktunum á heimsþingum þess eða á fundum fulltrúaráðs eða stjórnar. Lúterska heimssambandið hefur fyrir margt löngu lagt áherslu á kynjaréttlæti sem markmið og hefur sett sér skýrar stefnur til að ná því markmiði. En þó að markmiðið sé skýrt, þá sannarlega enn verk að vinna og erfiðum spurningum enn ósvarað. Innan hins lúterska kirknasambands enn víða að finna verklag og misvísandi túlkanir sem standa í veginum. En það ástæða til að horfa líka á stærra samhengið, það að segja hið samkirkjulega samhengi, þar sem stórar kirkjudeildir neita konum ennþá vígslu og réttlæta það með tilvísunum í ritninguna og með guðfræðilegum rökum. Í upphafi máls míns nefndi ég nýlega heimsókn forseta og varaforseta lúterska heimssambandsins ásamt aðalritara og yfirmönnum á skrifstofu sambandsins í Genf í Vatíkanið. Ég verð að viðurkenna að það var skrítin tilfinning að vera komin í þetta mikla návígi við sjálfan páfann í prestaskirtunni, meðvituð allar konurnar í rómversk-katólsku kirkjunni sem hafa fengið köllun til vigrar þjónustu en meinað að hlýða þeirri köllun. Mér varð hugsað til þeirrar ábyrgðar sem lúterska heimssambandið og aðildarkirkjur þess hafa gagnvart þessum konum. Hverju breytir það í þessu samhengi að líta á kynjajafnrétti og kynjaréttlæti sem grundvallaratriði kristinnar trúar? Getur ábyrgð okkar einskorðast við okkar kirkjudeild eða erum við kölluð til að standa með konunum sem tilheyra öðrum kirkjudeildum líka og biðja til Guðs að fá að taka þátt í hinni vígðu þjónustu? Takk fyrir. Þær mega kannski bara vera áfram pólsku konurnar. Kærar þakkir. Við ætlum nú að fá hana sér Sólveigu Láru. Gjörðu svo vel. Já, komið öll blessuð og sæl, heyrið þið í mér. Mér finnst miklu betra að fá að tala í svona lausa mikrofón heldur en hengi eitthvað utan á eyrun á mér. En ég ekki með neina glærur, en ég hins vegar með skrifaðan texta sem ég ætla að lesa fyrir ykkur. Árið 1974, fyrir nákvæmlega 50 árum. Sumarið hafði verið sólríkt og Íslendingar höfðu haldið veglega upp á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Ég var að hefja nám í 5. bekk menntaskólans í Reykjavík þetta haust og var nákvæmlega eins og allir aðrir 17 ára unglingar. Ég var ekki í kirkjustarfi en hafði verið í 5 sumur sem barn í sumarbúðum þjóðkirkjunar, auk þess að hafa verið alin upp við kvöldbænir. En ég fór ekki í kirkju á sunnudögum. Þegar skólinn var að byrja, þetta haust, kom í ljós að ný stelpa hafði bæst í hópinn sem var að flytja til landsins frá Strasbourg í Frakklandi. Hún var mjóslegin, með stutt hár og var 2 árum yngri en við hin. Þegar líða fór á mánuðinn,
fréttum við að það ætti að vígja mömmu hennar til prests þann 29. september. Þetta vakti mikla undrun í bekknum. Aldrei höfðum við heyrt talað konur sem presta. Þessi kona hafði líka verið í lögreglunni. Við höfðum aldrei heyrt talað lögreglukonur. Þetta vakti hjá mér afar mikla forvitni. Svo mikla forvitni að ég ákvað að fara í dómkirkjuna umræddan dag og verða vitni að þessum sögulega viðburði. Í stuttu máli má segja að þessi stund í dómkirkjunni breytti lífi mínu. Kona gat orðið prestur. Konur geta allt, hugsaði ég. Þegar við Dalla vorum síðan í 7. bekk, ákvað hún að fara í guðfræði. Þetta kveikti einhvern ótrúlega neista í mér. Ætti ég að fara líka? Á útskriftarballinu, þegar við útskrifumst sem stúdentar á Hótel Sögu, voru líka júbílandar. Mamma sem var 30 ára stúdent og séra Auður Eir sem var 20 ára stúdent. Ég vogaði mér að yrða á hana og segja henni að ég ætlaði í guðfræði. Hún gladdist og sagði: ég mun fylgjast með þér. Og það hefur hún gert í nærri 50 ár. En viðbrögð margra vina minna voru særandi. Hvernig dettur þér í hug að fara í guðfræði? Þú veist hvernig Auði Eir hefur gengið í presskosningum. Ein vinkona sagði hlæjandi: ha, guðfræði? Trúir á Guð? En ég hélt mínu striki og skemmtilegra nám hefði ég ekki getað komist í. Og félagsskapurinn var dásamlegur. Ég ekki eða svo gömul, ég har alltaf að fá mig vatn. Fyrir voru 4 konur í deildinni þegar við Dalla byrjuðum. Þórhildur og Míakó og svo Agnes og Hanna María. Svo voru þarna 60 strákar. Þegar ég var orðin ólétt af Benna mínum, ráðlaði einn af kennurum mér í guðfræðideildinni að fara í BA-nám, því að þá gæti ég kennt. Ég sagði pabba frá þessum ráðleggingum hans, en viðbrögð hans voru ótvíræð. Ætlarðu þá að taka ykkur pungapróf? Lengra náðu þessar vangaveltur ekki og ég hélt áfram í fullu guðfræðinámi. Árið er 1980 og enn er aðeins ein prestsvígð kona á Íslandi. Útlitið var ekki bjart. En nú var séra Auður Eir kletturinn okkar. Þetta haustið 1980, kallaði hún okkur saman stelpurnar í guðfræðideildinni sem hafði fjölgað nokkuð og við mynduðum áhugahópum kvenna guðfræði sem hún kynnti fyrir okkur. Hún var með efni frá kvennavettvangi lúterska heimssambandsins og Alkirkjuráðinu. Þetta voru meðal annars spurningar sem höfðu verið gefnar út og sendar til kirkna víðs vegar heiminn til að auka þátttöku og meðvitund kvenna á því að þær hafi líka sögu að segja og hafi oft aðra sýn á guðfræðina en kallar. Spurningarnar og efnið var aðalega frá Konstans Parvey hjá Alkirkjuráðinu. Með því að stúdera þetta efni ræddum við á mánaðarlegum fundum heima hjá séra Auði það hvernig við gætum endurhugsað Guðsmyndina, kynnt okkur konur í Biblíunni og hvernig við gætum nýtt okkur þær sem fyrirmyndir og hvernig við gætum breytt kirkjunni og predikað út frá reynslu heimi kvenna. Nokkrir karlar í prestastétt urðu forvitnir og við buðum þeim á fund. Þegar við kynntum þeim hugðarefni okkar, sögðu þeir: nú snýst þetta þá bara eitthvað jafnrétti.
Áhugi þeirra hafði algjörlega slokknað. En séra Auður Eir var óþreytandi í að blása okkur þessum anda í brjóst og ég er sannfærð að það mótaði okkur sem tókum þátt í þessum mánaðlegum fundum þegar við fórum sjálfar út í presskap og fórum að predika. Eftir að við dreifðumst landið urðu fundir okkar færri en samt sem áður hittumst við oft á ári aðallega á Löngumýri í Skagafirði. Og nú horfi ég á frú Agnesi því að við vorum saman á þessum fundum með börnin okkar á brjósti. Baráttan var stundum hörð og nú vorum við margar komna með smábörn sem fjölgaði ört. En kappið var svo mikið við að sanna sig að við gætum þetta, þótt við værum mæður með lítil börn, að það bitnaði oft og iðulega á börnunum okkar. Þegar ég byrjaði sem sóknarprestur á Seltjarnarnesi, messaði ég hverja einustu helgi og vann á skrifstofunni alla daga og tók aldrei frídag. Fyrir kom einstaka sinnum að frí var á laugadegi ef ekki var skírn eða brúðkaup. Þetta hafði verið vinnulag karlana í áratugi. En þetta var eitt af því sem að við vildum breyta. Nú þykir sjálfsagt að prestar fái frí eina helgi í mánuði og flest geta tekið sér vikulegan frídag. Annað sem við vildum breyta var tilfærsla presta í starfi. Það var fáheyrt að prestar væru að færa sig á milli prestakalla. Eina sem þótti sjálfsagt var þegar prestar utan á landi sóttu til höfuðborgarinnar. Algengt var að prestar þjónuðu sömu prestaköllunum í áratugi. Nú þykir ekki tiltökumál þó prestar flytji sig milli prestakalla eftir jafnvel stuttan stans og svo má nú flytja sig tímabundið á milli staða án þess að fólk reki upp stór augu. Þriðja sem við vildum breyta var messuformið. Messuformið hafði verið nokkuð staðlað og ekki þótti sjálfsagt að breyta út af því. Nú eru viðhöfð mjög fjölbreytt messuform í kirkjunni okkar og laða þau að fólk á öllum aldri að kirkjunni og nú er leikinn tónlist sem áður þótti óhugsandi í kirkju en er nú sjálfsagt mál. Og því var mjög ánægilegt að hlusta á séra Guðbjörgu Jóhannesdóttur áðan þegar hún var að tala tilraunastarfsemina með messuformin í Langholtskirkju. Takk fyrir það, séra Guðbjörg. Kvennakirkjan sem séra Auður Eir stofnaði hefur verið afar öflug í því að gera tilraunir með hin ýmsu messuform og hefur það einnig borist út í söfnuðina. Lúterska heimssambandið hefur lagt gríðarlega áherslu á jafnréttismál í aðaldakirkjum sínum og hvatt kirkjuna til að vígja konur eins og kom svo vel fram hjá dr. Arnfríði hér áðan. Og nú kemur kannski aðeins endurtekning á því sem Arnfríður sagði, ég ætla nú samt ekkert að vera breytt út af textanum, aðeins örfáar lúterskar kirkjur eru eftir sem að vígja ekki konur. Og fyrir 2 árum náðist takmark lútersku kirkjunar í Pólandi að vígja fyrstu 9 konurnar í einni og sömu athöfninni og við höfum einmitt hérna upp á vegg, þannig að það passaði bara mjög vel að hafa þessa mynd hér á veggnum. Á heimsþingi sambandsins í Búdapest árið 1984 hvatti sambandið aðildakirkju sína til þess að hafa að minnstakosti 40% konur í öllum nefndum og ráðum kirkjunar, svo og yfirstjórn þeirra. Margar kirkjur hófu markvissa stefnumótunarvinnu til að ná þessu takmarki. En þó voru nokkrar kirkjur sem sögðu, við höfum engar hæfar konur til þess að bera þessa ábyrgð. Viðbrögð lúterska heimssambandsins voru þessi. Þá gerum við þar hæfar. Let's qualify them, sögðu þeir. Og því var ráðist í það átak að bjóða hverri heimsálfu að senda 10 ungar konur í prógram sem nefndist International Leadership Training Program for Young Women. Fyrir áeggjan séra Bernharðar Guðmundssonar, sem áður hafði verið áhrifavaldur í lífi mínu, þegar hann hvatti mig til að sækja Seltjarnarnes, þegar ég var aðeins 29 ára gömul,
sagði að ég skildi senda inn umsókn í þetta prógram. En það er ánægilegt að Rannveig skuli vera hérna Sigurbjörnsdóttir, ekki að séra Bernharðs og blessuð sé minning hans, vegna þess að Bernharður á margan hátt var mjög mikill áhrifavaldur í lífi mínu, bæði sem æskulýðsfulltrúi þjóðkirkjunnar þegar ég fór í sumarbúðir og síðan þegar ég sótt Seltjarnarnes og aftur þegar hann hvatti mig til að sækja þetta prógram. Og ég sótti þetta prógram og var í þessu ferli í 3 ár ásamt konum allstaðar að úr heiminum. Við hittumst í Genf og Berlín og í tengslum við prógramið sótti ég mannréttindaráðstefnu í Mossi í Tansaníu. Þess vegna hef ég oft sagt að lúterska heimssambandið hafi alið mig upp sem kirkjuleiðtoga, bæði með kvennaguðfræðinu sem séra Auður Eir kynnti fyrir okkur og kom úr þeirra ranni og með þessu leiðtoga þjálfunarprógrami. Árið er 2011 í nóvember. Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson, tilkynnir í setningaræðu sinni á kirkjuþingi að hann muni láta af störfum biskups sumarið 2012. Í lok sama kirkjuþings tilkynnir séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson, vígslubiskup á Hólum í Hjaltadal, að hann muni einnig láta af störfum sama sumar. Ég ók ungum kollega 2011. Ég ók ungum kollega heim af þessu kirkjuþingi og sagði við hann, nú verðum við að fá konu sem biskup. Hann sagði orðrétt. Ég sé bara enga hæfa konu sem gæti orðið biskup Íslands. En þú gæti farið í Hóla. Ég man þetta algjörlega orðrétt vegna þess að þessi setning hún glumdi í höfðinu á mér í marga daga og vikur og búið að glymja í höfðinu á mér lengi. Hann sagði orðrétt, ég sé bara enga hæfa konu sem gæti orðið biskup Íslands en þú gæti farið í Hóla. Svona gat hugsunarhátturinn verið fyrir aðeins 12 árum. Þegar ég tilkynnti að ég sæktist eftir embætti Hólabiskups urðu mörg til að skamma mig og segja þá er útilokað að við fáum konu sem biskup Íslands. En viti menn og konur, það ótrúlega gerðist. Frú Agnes M. Sigurðardóttir var vígð biskup Íslands þann 24. júní árið 2012 og var það að sjálfsögðu sögulegu viðburður. Þann 12. ágúst sama ár vígði síðan konu í Hóladómkirkju og mörgum þótti það jafnvel enn merkari viðburður. Ég hef í starfi mínu sem Hólabiskup notið þeirra forréttinda að fá að vígja margar konur til prests. Það var þó einstakt ánægjuefni fyrir 7. prestsvígðu konuna að fá að vígja 100. konuna til prests í Hóladómkirkju, en það var séra Aldís Rut Gísladóttir, sem er hérna líka með okkur í dag, sem nýlega hefur verið ráðinn prestur í Grafarvogsprestakalli. En skyldi vera munur á aðstæðum 7. og 100. konunar í prestastétt. Ég vona að þeir fordómar sem við fyrstu konurnar urðum fyrir séu smám saman að hverfa. Ég vona og bið þess að konur í prestastétt geti samræmt preststarfið og fjölskyldulífi betur en við sem vorum fyrstar að feta þessa braut. Kirkjan hefur breyst mikið á þessum 50 árum og vonandi til hins betra. Safnaðarstarfið víðast hvar er afar fjölbreytt og höfðar til allra aldurshópa og allra kynja. Sálgæslu hlutverkið verður æ mikilvægara og nú þykir mikilvægt að fólk geti valið hvort það leitar sálgæslu til karla eða kvenna. Árið er 2024. Innan örfára daga verður 3. konan vígð biskupsvígslu í Íslensku þjóðkirkjunni. Það fer vel á því að vígslan beri upp á 50 ára prestsvígslu afmæli séra Auðar Eirar, brautryðjanda okkar og fyrirmyndar. Við felum þær báðar í Guðs hendur, þökkum séra Auði Eir fyrir ævistarfið
og séra Guðrúnu Karls Helgadóttur biðjum við blessunar Guðs í mikilvægri biskupsþjónustu. Takk fyrir. Kærar þakkir, séra Sólveig Lára. Er ekki einhver sem vill koma með spurningu, athugasemd? Viltu að ég koma með mikrofónu? Viltu koma hérna? Já, þakka ykkur innilega fyrir erindin og takk fyrir að rifja upp aðstæður ykkar fyrstu kvennanna og ég held að ég mæli fyrir munn margra hér í dag að þið voruð okkur líka svo dýrmætar fyrirmyndir og við horfum til ykkar og ég gleymi því ekki og ég veit að það eru fleiri en ég sem að gleyma því aldrei þegar að Vera var með myndina af séra Hönnu Maríu barnshafandi á forsíðu sinni og það hafði til dæmis á mig og ég veit á líka vinkonu mína Guðbjörgu sem situr við hliðina á þér djúpstæð áhrif, við höfum talað um það að konur gætu verið barnshafandi og með börn á brjósti á löngumýri og verið í hempunni og allt hvað eina. En mér langaði til að spyrja doktor Arnfríði að því sem sagt ég tek ég er þeirrar skoðunar að við konur sem höfum notið þeirra forréttinda að fá að vígjast sem prestar eftir þeirri köllun sem Guð hefur gefið okkur að okkur beri beinlínis skylda til þess að standa með systrum okkar sem eru fæddar inn í kaþólskt samhengi og mig langar til að spyrja þig sem ert nýbúin að ganga á fund páfans suður í Róm. Hvernig telur þú að við gætum gert það? Takk fyrir spurninguna. Ég bara er svo sammála því og ég er svo sannfærð það að við höfum ábyrgð þarna. Ég veit ekki hvernig við höfum að gera það, en mér finnst við verða að gera það. Mér finnst, en þær eru ekki bara innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar, konurnar, þær eru líka innan lútersku kirkjunnar, það eru risastór kirknarsambönd innan lútersku kirkjunnar sem ekki vígja konur, það eru vígsla var tekin af konum innan South Baptist Church í Bandaríkjunum árið 2000 sem var til þess að Jimmy Carter yfirgaf kirkjuna sína sem hann hafði verið fæddur inn í og alinn upp í. Þannig að ábyrgðin er svo víða en það var svo sláandi að koma þarna inn í Vatíkanið og bara í þetta svakalega karlaveldi. Þetta var bara svolítið yfirþyrmandi karlaveldi sem að það voru bara allstaðar bara karlar. Eflaust hafa konur verið annað einhvers staðar. En ég held að við verðum að tala og ég held við verðum að hætta að vera kurteisar. Þannig, ég held við megum ekki tala til þess að stíga ekki á tærnar á einhverjum, meina ég. Þannig að þetta er svo stórt réttindamál. En þetta er ekki bara réttindi og mannréttindi sem við erum að brjóta á þessum konum, þetta er líka trúarlegt atriði. Og ég held að við verðum að þora að segja það upphátt. Við verðum að orða þetta, að það er líka verið að taka frá kirkjunni þá þjónustu sem þessar konur geta veitt. Það er ekki bara þeirra vegna, heldur það er líka allra hinna vegna. Því eins og sagan hennar Sólveigar Láru sem hún var að rifja upp sem er saga okkar allra, minnir okkur svo vel á
hversu mikið hefur breyst. Og á 50 árum hefur rosalega mikið gerst. En við þurfum svo að muna það að við búum við ótrúlega forréttindi. Og við þurfum svo að einhvern veginn að finna farveg. Ég er ekkert að tala að við hættum að vera kurteisar. En ég held að við þurfum að finna farveg til þess að sýna þessum konum samstöðu. Já. Takk fyrir. Ég held að við getum öll tekið undir þau orð að sýna samstöðu. Hvað er mikið eftir af tímanum? 7 mínútur. Hljóta að vera fleiri spurningar. Guðbjörg? Takk fyrir og takk innilega fyrir ykkar innlegg. Það eru 2 ljósmyndir sem hanga uppi á skrifstofunni minni í kirkjunni þar sem ég vinn. Og það er myndin af Hönnu Maríu, framan á Veru, ófrísk í hempunni. Og svo er það myndin úr biskupsvígslu frá Agnesar. Og ég held einhvern veginn að því að það var talað svolítið kvennakirkjuna í innlegginu hennar Sólveigar Láru, og þá held ég að það sé alveg ótrúlega mikil áhrif sem að kvennakirkjan og störf Auðar hafa haft á bæði þá guðfræði sem að predikur í þjóðkirkjunni og ekki síður á helgihaldið, bara víða. Og það hefur við svo margar tekið með okkur út í okkar söfnuði og einmitt höfum haft vita á því að segja ekkert endilega frá því að þetta er nú játning úr kvennakirkjunni, af því að þá fara allir á hliðina, heldur bara að nota þessar fallegu játningar og bænir og allt þetta sem að þær hafa látið okkur í té og svona imponir, eða komar að segja svona gefið okkur kraft til þess að þora að prófa okkur áfram og gera hluti. Takk. Já, takk. Sólveig, ég nemandi hér. Bara í beinu framhald af því sem að Birgir varst að segja og bara takk Arnfríður og Sólveig að ég var einmitt að hugsa og ég vonandi að koma ekki vitlaust frá mér. Að það er alveg mögulega að gæti gerst. En þurfum við alltaf að setja í kassa, kynjaskipta? Geta konur ekki aðeins farið að vera prestar án þess að vera kvenprestar? Vitið þið hvað ég á við? Ok, nú er ég skotin. Ég ætla bara að beina þessa spurningu. Ég er fallin. Takk fyrir. Ætlar þú að taka? Nú er ég skotin. Þetta er nemandi minn. Ég held að þetta sé bara frábær spurning og ég held að við séum ennþá þar sem að við þurfum að minna á að þetta er ekki sjálfsagt. Þú veist, við fengum réttindi 1911 til þess að gegna prestsembættum. Fyrsta kona var við 1974, önnur kona var við 1981, fyrsta konan var biskupsvígð 101 ári eftir að réttindin komu. Þið vitið. Og í þessu stóra samingi, 2000 ára samingi kristinna kirkju, 1000 ára samingi kristinna kirkju á Íslandi, þá held ég að við séum þar að við þurfum að minna á það. En það er samt mikilvægt að við segjum ekki karlprestar, við segjum alltaf kvenprestar og svo prestar. En þegar við stofnum félag prestsvírakvenna, þá var það alveg markvisst að við kölluðum félagið ekki félag kvenpresta, heldur félag prestsvírakvenna. Og ég held að við höfum ennþá erindi, en við getum ennþá. Við megum ekki gleyma því að við erum að vinna sömu störfin. Takk fyrir. Guðrún?
Takk fyrir, komið sæl. Takk fyrir þetta, góða erindi, séra Sólveig Lára, doktor Arnfríður, virkilega gott og áhugavert. Gott að vera mynda á söguna, okkur finnst við vera komin svo langt og við erum það, svo sannarlega. En það eru nefnilega ekki öll lönd komin jafn langt eins og Arnfríður var að minna okkur á. Og ég var í Ástralíu árið 2020, þar eru konur ekki vígðar í lútersku kirkjunni og ég tók þátt þarna í þeirri kirkju, sótti guðsþjónustur. Ég var lengi vel að hugsa að ég prófaði að fara í aðra kirkju sem var frjálslyndari, var sameinuð kirkja kristinna í Ástralíu. En svo ákvað ég frekar eftir ég kynntist fólkinu í lútersku kirkjunni og þetta var svona frekar framsækinsöfnuður og formaður sóknarnefndar sat einmitt á kirkjuþingi og ég heyrði að þau þráðu svo heitt að konur myndu vígjast. Þannig ég ákveðilega frekar bara að sækja helgihald þar, þó það konur væri ekki vígðar og reyna frekar að taka þátt í samtölum og svo leiðis og þá tók ég þátt í ráðstefnu og ýmislegt. Og þetta var 2020. 2023 var kosið aftur það hvort að þetta vígja konur og það voru svona margir vongóðir að það yrði og mörg, en það var ekki. Og það verður næst árið 2027. En þegar fyrsta konu verður vígð í Ástralíu þá ætla ég að mæta þangað. Það er alveg á hreinu. En samt þetta með að skipta okkur í box. Já, ég held við þurfum ennþá að hafa það í huga að þetta er ekki alveg sjálfsagt og réttindi geta nefnilega farið. Og það er annað sem við þurfum kannski líka núna að vera svolítið opin fyrir og hafa í huga að nú er að koma bara önnur og nýmál. Svo er það kvár. Það er ekki bara konur og kallar. Við erum fleiri og kynin eru mörg. Þannig að við þurfum að vera opin fyrir því. Ertu eitthvað eftir mér? Já. Við erum komin fram yfir tíman okkar og kannski búið að loka fyrir streymið. Ég veit ekki hvernig það er. En hjartans þakkir fyrir samveruna og fyrir góð erindi. Og ég sé að þetta er alveg tilefni til Það er alveg tilefni til þess að halda stærra og lengra málþing þar sem við höfum meiri tíma til þess að ræða þetta. Og félag prestvíra kvenna er ekkert hætt, Ég ætla bara að nota tækifæri hérna minna á 29. september verður hátíðardagskrá í Háteigskirkju klukkan 14. Þar sem að 3 prestar, kvenprestar, munu vera með smá framsögu og góðar umræður og einmitt það að við ætlum ekkert endilega að vera kurteisar, eða við ætlum að vera kurteisar en kannski óhlýðnar, eitthvað svoleiðis, og það verður kaffi og síðan messa að hætti kvennakirkjunar þar sem að ég hvet allar prestvígðar konur til þess að mæta. Allir að sjá það. En svo bara fylgjumst við vel með því sem verður á döfinni. Takk fyrir hér.
mínum á stöðu kristinnar trúar út í samfélaginu okkar og á meðal fólks. Og það vakti athygli mína þegar ég sá seint á síðasta ári könnun sem að gerð var af Terry Könnel, þjóðfræðingi. Könnun sem hann hefur gert með nokkur ára millibili núna í lengri tíma og sýnir að æ færri trú á persónulegan Guð, svokallaðan. Og þessi könnun fólst í nokkrum staðhæfingum sem fólki var búið að taka afstöðu til með tillit til þess hversu lýsandi þessar staðhæfingar væru fyrir þeirra eigin viðhorf. Og svo alltaf spurning hvort að þessi niðurstaða fari nærri hinu rétta. En ég efa það ekki að niðurstaðan þarna sé til marsum og árétti töluvert mikla breytingar og hreyfingar á trú á viðhorfum fólks sem hafa átt sér stað á töluvert löngum tíma svo sem en leiðir í ljós miklu skarpari skil á milli lífskoðana í dag. Það að sjá milli guðstrúar og guðleysis og alls annars þar á milli. Og það auðvitað örugglega ýmsar ástæður fyrir því að íslenskt samfélag virðist í vaxandi mæli vera að týna Guði eða í öllu falli, svona henni hefðbundnu kristnu guðsmynd. Og við vitum nú að samfélagið hefur breyst og fjölbreyttari samfélagshópar eru nú hér samankomnir á einum stað og það hefur áhrif. En burtséð frá því þá hefur náttúruhyggju, ef að segja, og meðfylgjandi guðleysi farið vaxandi til lengri tíma, það engin vafi og virðist eiga greiðari leið af fólki í dag. Og það má svo sem segja að Íslands samfélag standi ennþá svona sögulega og menningarlega á grunni kristinnar trúar og gilda, en það spurning hvort að hægt sé að tala Íslands samfélag sem kristið samfélag án þess að spyrja þá leið hvað nákvæmlega sé átt við með þeirri staðhæfingu og hvað hugtakið kristið þýðir almennt og yfirleitt í hugum fólks í dag. Og kannski, við getum spurt okkur, lýsir orðið heiðið margt betur trú á viðhorf margra Íslendinga í dag en orðið kristið. Í þeim skilningi allavega að sú trú sem að margir eru tilbúnir að gangast við svona virðist eiga miklu minni samleið með klassískri kristinni trú eins og hana má lesa út af síðum Nýja testamentsins. Og við höfum oft heyrt þetta og þekkjum fólk sem að tekur þannig til orða. Það trúir á einhvern lífskraft, einhvers konar frumafl, einhvern æðri máttarvöld og jafnvel eitthvað sumaland einhvers staðar hérna út í fjarskanum. Og heldur eftir villi kristna trú sem einhvers konar gildisgrunn en án tengsla kannski við lifandi kristna trú sem að þá gefi sanna lýsingu og eðli veruleikans. Og mér finnst þetta afskaplega áhugavert þegar svona kannanir koma fram. Samkvæmt þessu trúa 75 af 100 ekki á persónulegan Guð. Og sá hópur yfir annarkvort frábrugðin skilning á Guði eða trúa ekki á tilvist Guðs eða efast hana. Og það virðist allt benda til þess að það bara kaldur veruleikinn í dag. En við þurfum auðvitað að spyrja okkur, hvað persónulegu Guð? Og hugtakið persónulegu Guð, þegar það notað Guð, það snertir fyrst og síðast það hvers eðlis Guð Ekki hver ég held að Guð sé, ekki svona minn persónulegi Guð, heldur hvers eðlis Guð í sjálfan sér. Og ef það til Guð, þá hann annarkvort persónulegur eða ópersónulegur. Og Guð sem hægt að biðja til og hefur siðferðilega vídd, eins og fyrsta staðhæfingin í könnuninni fól í sér, hann í öllu falli persónulegu Guð, sem hægt að tengjast og upplifa sem persónu ólíkt ópersónulegum, guðlegum mætti á borð hið eina eða hið algjöra eins og hið guðlega umgengist til dæmis í algyðis trúarbrögðum á borð við hindúisma og búddisma. Þannig að persónuleg Guð Guð sem hefur að geyma ég. Það að segja að hann hefur sjálfsvitund, hann upplifir sjálfan sig, veit af sjálfan sér, þekkir sjálfan sig og hugsar og hefur vit og vilja og langanir og fyrirætlanir, ásetning og lætur til sín taka. Og hann Guð sem að lætur sig líf okkar varða af fyrra bragði, eins og okkar kristna trú áréttar. Og
Og hann leið Guð sem gerir kröfur til fólks, ætlast til einhvers af þeim. En ópersónulegu Guð hins vegar andstæða alls þessa. Hann einfaldlega bara ópersónulegt það, sem bara hægt að lýsa í ljósi þess sem hann ekki, og þessi óskilgreinanlegi og fjarverandi lífskraftur og æðri máttur sem að mörgum svo tamt að hafa í taumi. Aðhefst ekkert af eigin völdum, hann svona eins og hyldjúpt haf sem að bærir ekki á sér og býður þess að gleypa okkur, samanber hjálpræðis ástand hindúa, nirvana, sem einfaldlega það bara að renna saman við þið eina og einhvern veginn hverfa inn í það. Þannig að hinn eilífi eða hinn persónlegi Guð, getur við sagt, hann svona eins og á eilífri sjálfstýringu. Allt einhvern veginn flæðir frá honum stjórnlaust og án ásetnings eða tilgangs. Og hann gerir ekkert af því hann ætla sér að gera það. Hefur ekki vit eða vilja og sýnir ekki frumkvæði og krefst einskis af okkur. Og þetta virðist vera sá Guð eða svo Guðsmynd sem á greiðasta aðgang svona að stórum vaxandi hópi fólks í samfélaginu í dag. Og ætti að vera okkur sem kirkja gríða mikið umhugsunarefni. Þannig að þið sjáðu, hinn ópersónulegi Guð, hann þarna ef þú vilt, svona eins og rykfallin bók í hillunni eða skipun og lyklaborðinu. En hann lætur ekki vita af sér og leitar ekki að þér. Og það mjög einfalt að lifa lífinu svona eins og maður vill og manni hendar. Og þess háttar Guð, hann ekkert að fara að trufla mann eða raska miklu. Og ég vil meina að í því ljósi þá hann sennilega bara líkari fólkinu sem að leita til hans heldur en sjálfum sér. Og þar komum við kannski að mögulegri ástæðu fyrir vinsældum ópersónulegs Guðs, því að ef maður vill svona þægilegan leiðitaman fyrirferðarleitin Guð sem þvælist ekki fyrir manni, Guð sem maður getur svolítið haft í vasanum, að þá kristin trú sennilega ekki heppilegu kostur. Og persónulegu Guð kristinna trúar að mínum mati fellur líka mjög illa að mörgum ismum og trúarjátningum sem fyrirferðarmiklar í lífi nútíma manns í samfélaginu okkar í dag, sem að snýsta miklu leyti manninn sjálfan og getu hans og vit og stöðu og sjálfræði. Og sennilega fátt sem móta lífskoðun nútíma mannsins jafn mikið og einmitt þetta, einstaklingshyggja, afstæðishyggja og svo meðfylgjandi efahyggja og svo framvegis sem að gerir mannin sjálfan æðsta og hinsta mæli hvar sem Þannig að það ekki í því ljósi, finnst mér undarlegt að ópersónulegu Guð sé álitinn góður og ásættanlegu kostur og skori hátt í skoðanakönnunum. Huglægur Guð, svona einhverjar fegurðar og sannleika og góðvildar Guð svona inn í sjálfum okkur, það ekki? Kærleikurinn í okkur eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona formlaust lífsafl og þessi æðri máttur sem að við einhvern veginn, sem að líður okkur öll og við getum svona bara dregið af þegar okkur hendar, eða ekki? En ef maður fer að tala Guð kristinna trúar með öllu því sem að í honum fólki, þá svona fyrir fólk að hyggsta mjög fljótt virðist vera. En þarna þetta tvær ólíkar og mótsagnarkennda lífskoðanir að ræða og svona bara til að sauma þetta saman, það hægt að koma að svo mörgu í þessu samhengi, en ég svona sauð mjög margt niður í mjög fátt. Og ein leið til að bregðast við eða hugsa þetta eða bjóða upp á samtal einfaldlega hinn skynsamlega og lógíska nálgun. Og við getum hugsað okkur sem svo, ef til Guð sem ábyrgur fyrir tilkomu alheimsins, það að segja orsakaði tilvist, tíma, rúms, efnis og orku, þá nefnilega alls ekki óskynsamlegt að ætla að vit og vilji og ásetningur og fyrirætlun spili það hlutverk. Vegna þess að alheimurinn hafði ekki alltaf verið til og varði ekki að verða til. Og þetta allt eiginleika sem að ópersónulegu Guð býr alls ekki yfir. Og svona bara sem dæmi, ef við förum út í svo litla trúar heimspeki hérna í lokin, þá þessi áleitnu rök
heimsfræði rök sem að leiða röklega og skynsamlega fram Guð sem að persónulegur. Og ég legg þetta þarna aðeins fram á glærunni, allt sem verður til á sér orsök, það er að segja ekkert verður til af engu, og alheimurinn okkar, hann var til, allt bendi til þess, svo það sé hafið yfir skynsamlegan vafa, hann hefur ekki alltaf verið til, hann ekki eilífur, heldur á hans sér upphaf, og af þessum forsendu leiði nauðsynlega og óhjákvæmilega niðurstöðuna að alheimurinn á sér orsök. Og það er engin ódýr niðurstaða. Það segir okkur að það er til eitthvað allt annað handan alheimsins eða utan og ofan náttúrunnar, eitthvað sem hefur alltaf verið til og er ástæða alls annars sem orðið er til. Og við getum svo sem bara látið duga að segja að hvað forsendurna þarna og niðurstöðuna varðar, þá eru þær í öllu falli mun sennilegri heldur en andstæðu þeirra. Og með því að greina þetta hugtak, orsök, þá má leiða í ljós afskaplega áleitna eiginleika sem að þessi orsök eða þessi vera, þessi veruleiki á bakvið tilvistina verður eða hlýtur að búa yfir. Og við getum svona bara að hugsa það saman. Sem orsök tíma og rúms, þá hlýtur hún að vera til, eðli málsins samkvæmt, utan og ofan við það sem að hún leiði fram sjálf, tíma og rúm, og vera þar að leiðandi ekki bundin eða óbundin af tíma og rúmi. Og þessi yfirnáttúrulega vera hlýtur að vera óbreytanleg og óefnisleg, þar sem tímaleysi felur í sér óbreytanleika og óbreytanleiki felur í sér óefnisleika. Og vera af þessu tagi hlýtur jafnframt sjálf að vera til eða eiga sér tilvist sína án upphafs eða orsakar og vera þar með eilíf í þeim skilningi. Og enn fremur má líka ætla að sé að ræða eina veru því að við höfum ekki þörf á fleiri orsökum til þess að útskýra afleiðinguna. Og svo getum við sagt að þessi vera sem að skapaði alheiminn úr engu, að minnsta kosti án fyrirliggjandi efniviðs, hún máttugri en við getum ímyndað okkur, ef ekki hreinlega almáttug. Og svo getum við nefnilega líka sagt að þessi óviðjafnanlega vera að líkindum persónuleg vera. Það er að segja vera sem að býr yfir vitund sjálfa sig, vilja og hugsun og ásetningi og svo framvegis. Og við getum sagt að vegna þess að alheimurinn á sér upphaf og þá má slá því föstu eins og ég sagði að tilvist hans ekki nauðsynleg. Hann varð ekki að verða til. Og þá ekki frálegt að ætla að á bakvið tilkomu hans liggi ásetningur og vilji þess sem orsakaði hann eða skapaði. Og bara til að sauma það saman rétt svona í lokin, í örfáum orðum, að þá getum við hugsað þetta út frá ólíkum tegundum orsakasamengis og þá vil ég bara orða það sem svo og ef ég kannski að tala aðeins svo hratt, það vegna þess að ég vil að Örn Bárður fái góðan tíma og þetta kannski hratt farið yfir sögu, yfir efni sem að við höfum öll gott að ég að hugsa aðeins lengur og betur en ef við orðum það sem svo að það orsaka skilyrði eða þau orsaka skilyrði, skulum við segja, sem verður að vera fyrir hendi eða þurfti að vera fyrir hendi svo alheimurinn gæti orðið til. Það er að segja ef þessi orsaka skilyrði öll hafa alltaf legið fyrir, sjáu því, alla eilífð eða með öðrum orðum ef þessar aðstæður eða ástand sem fela í sér skilyrði þess að alheimurinn gat raungerst orðið til, ef að það var alltaf til og alltaf fyrir hendi, ætti þá ekki alheimurinn líka alltaf að hafa verið til. Sjáu því. Ef að allt lá fyrir sem að óhjákvæmilega hlaut að leiða til tilkomu alheimsins og það lá alltaf fyrir, þá ætti alheimurinn alltaf að hafa verið til líka með því. Það er að segja orsökin ætti ekki að geta að hafa verið til án afleiðingar sinnar. Hún ætti að hafa verið jafn eilíf og orsökinni. En það ekki þannig. Alheimurinn verður til á einhverju tilgreindu augnabliki. En það sem að leiddi til hans hafði alltaf verið til. Og það segir okkur að það sem að var fyrir hendi áður
var ekki einhver mekanist, ópersónulegt afl sem að ósjárátt gaf af sér alheiminn. Og eina leiðin út úr þessari klemmu bara að líta svo á að orsökin á bakvið upphaf alheimsins ekki þess áttar mekanist ástand eða atburður, heldur persónulegur orsakavaldur sem ákvað í krafti síns frjálsa vilja að skapa alheim í tíma. Og hér erum að ræða tegund af orsök sem persónuleg. Ef að eitthvað myndi spyrja mig hver ástæðan fyrir því að vatnið þarna að sjóða, þá gæti ég hafa útskýrt fyrir ykkur á mjög vísindalegan hátt og farið að tala stöðu orkuna og rafmagnið og hvernig það ýtir undir hreyfingar vatnssameindana og kemur þeim á hreyfingu og sem að vex með hækkandi hita og verður til þess að vatnssameindin hún slitnar í sundur og svo losnar þetta út sem gufa og vatnið tekur hamskiptum og allt það. En svo hefði ég líka geta brugðið fyrir mig persónulegur útskýringu sem á því leið að mig langaði bara í kaffi, gamla góða uppáhalda kaffið sem ég lærði að hella upp á þegar ég var að hella upp á fyrir mömmu og pappa. Og það persónuleg útskýring. Og það engin önnur útskýring þarna í boði vegna þess að það ekkert mekanist ástand sem að hægt að tjá á einhverju vísindalegum grunni áður en alheimurinn sjálfur verið til. Þannig að með þetta allt í huga, og það síðasta setningin, það mjög skynsaleg útskýring á tilkomu alheimsins að hann sé afleiðing óefnislegs og vitræns orsakavalds utan tíma og rúms. Og það þýðir að sá skapari, sá Guð sem á bakvið tilkomu alheimsins persónulegur. En ekki einhvers konar ópersónulegt frumafl eða æðri máttur sem hvorki hugsar né veit af sjálfum sér eins og mörgum virðist orðið svo tamt að setja í vasann sinn í íslensku samfélagi í dag. Og hérna skautaði við mjög margt og það eru margir aðri kraftar og margt annað samhengi á bakvið það hvernig við komumst til þeirra lífskoðuna sem við tilengum okkur og hvernig hún flöktir eða breytist og þróast. Og það þyrfti öllu að bæta við, en þetta í mínum huga nokkuð mikilvægt efni í þessu samhengi og ég ætla ekki að segja meira það, nú ég búin að ljúka mínu og nú ætlar Örn Bárður aðeins að prjóna við þetta og svo getum við talað saman í kjölfarið. Best ég setja á skeiðúrið og reyni að halda mig við tímamörk. Heil og sæl öll sömul, Örn Bárður heiti ég eins og fram hefur komið og hérna vegna þess að ég trúi á persónulegan Guð. Og mér var hugsað til þess, ég vil þakka Gunnari fyrir hans innlegg og fyrir hans skrif í gegnum árin. Hann okkar færasti trúvarnarmaður held ég í prestastétt. Hefur skrifað svo margt og fært rök fyrir trúnni og það þarf gegn rökum þeirra sem telja sig ekki trúa á Guð. En það vill nú svo til að þeir sem trúa ekki á Guð, þeir trúa ekki á Guð. Það trú. Það trú í sjálfu sér. Já, ég ætla að ræða þetta dálítið út frá því hvernig maður trúir. Ég ætla kannski að hafa þetta meira svona eins og vitnisspurð. Ég alinn upp vestur á Fjörðum, fæddur og uppalinn á Ísafirði og þegar ég fæddist í nóvember 49 þá voru foreldrar mínir í mikilli sorg vegna þess að bróðir minn á öðru ári, hann lést mánuð áður en ég fæddist. Þannig ég fæðist inn í sorg. Og ég var að jarða hér í fyrra og þá var ég að jarða nýraðan mann og hann var sonur ljósmóðurinnar sem tók á móti mér. Og þegar maður fyrir að hugsa samhengi lífsins og hvernig þetta einhvern veginn, hvernig allt þróast og verður til í lífi manns. Ég ólst ekki upp á mjög trúuðu heimili. Ég ger alveg ráð fyrir því að foreldrar mínir hafi átt í erfiðleikum með að samband við Guð hafandi mist barnið sitt úr sjúkdómi.
En hins vegar var Jesú mynd yfir rúmi mínu. Jesú satt þar og bað fyrir Jerúsalem. Og mamma las fyrir mig og söng fyrir mig á kvöldin og þar voru auðvitað bæði veraldlegar vísur og líka eitthvað trúarlegt. En svo kom að því að fara í kirkju og ég man á sunnudögum þegar séra Sigurður heitinn Kristjánsson, faðir Agnesar, fráfarandi biskups, þegar hann hafði barnamessu, þá klæddi mamma mig í spariföt og burstaði skó og þverslaufu, vaskar eitt hár og sendi mig í kirkju til séra Sigurðar. Og það sem mér fannst svo merkilegt í kirkjunni, það var að þetta hús var öðruvísi en önnur hús. Það var hátt, það var með svölum innan dyra, fólk gat setið upp og niðri og yfir altarinu var kristlíkneski eftir Thorvaldsen og það stóð framan á stöflunum komið til mín. Og þessi fegurð, hún hafði áhrif á mig. Við fórum Ísafjarðarkrakkarnir, reynda að kalla þeir púkar, það nú svona svolítið sérstakt staðbundið. Við fórum líka á samkomur hjá Hvítasunumönnum og þar fengum við Jesúmyndir. Svo fórum við á sunnudögum á Hjálpræðisherinn. Hjálpræðisherinn hafði starfað á Ísafirði frá því þar seinustu aldamót og unnið alveg stórkostlegt starf, stórmerkileg hreyfing. Og það var svo mikill atgangur í okkur að komast inn á herinn að við stóðum fyrir utan kannski 100 krakkar og hömuðumst á hurðinni þar til opnað var og okkur hleypt inn. Við horfðum kannski á bíó, einhvers staðar frá útlöndum og síðan var sungið, það var mikið sungið. Og einhvern veginn síaðist inn í mann þessi barnatrú. Þegar ég voru unglingur og ungur maður þá vissi ég mjög lítið um trúna nema það sem ég hefði lært í barnaskóla og gagnfræðaskóla, biblíusögur og annað. En ég man það að þegar ég fór til útlanda í fyrsta sinn og þá var ég nú komin á 30-aldur, þá stakk ég Nýja testamentinu í töskuna. Mér fannst það einhvern veginn, einhver trygging í því, einhvert öryggi að hafa Drottinn með mér. Og þetta Nýja testamenti tók ég við úr höndum hins fræga kristniboða Ólafs Ólafssonar í Alþýðuhúsinu Ísafirði, líklega 12 ára. Og svona var nú þessi trú, hún barnatrú sem hér inni. Og mér var hugsað til þess áðan þegar við sáum hér hjá Gunnari allar þessar skilgreiningar sem spurt var með fullri virðingu fyrir greind almennings, þá held ég að það sé dálítið flókið að svara ýmsum spurningum sem eru svona skilgreiningar og einhverju sem svo stórt að það eiginlega ekki hægt að skilgreina það. Og þá held ég að fólk viti eiginlega ekkert hverju á að svara. Þess vegna held ég að það sé frekar lítið að marka svona könnun. Það meira að marka hvernig fólk bregst við í sorg eða í erfiðum aðstæðum, hvernig það tekur undir bæn í faðir vor, í útförð annað. Það segir kannski meira um trúna. Hún kannski óskilgreind en hún svona einhvern veginn inni fyrir og það ekki búið að setja á hana orð eða hugtök. Ég var komin undir 30, komin yfir 25 ára aldur þegar ég lenti í svona, samtali við trúað fólk um það hvort ég væri trúaður eða ekki. Og ég sá þá að ég hafði mjög litla vitræna þekkingu á kristinni trú. Hún var meira svona hér í hjarta mér. Og við það að lesa, þá breyttist trúarskilningu minn. Og ég áttaði mig allt í einu á því, ég man daginn þegar, það var föstudags eftirmiddagur að vetri, ég var að lesa bók heima, ég hafði komið snemma heim úr vinnu og ég sat eða reynda lá og var að lesa og þá allt í einu bara eins og kemur yfir mig þessi skilningur, já, auðvita, Jesús Guð. Jesús Guð. Hann ekki bara svona trúaleg fígúra sem var á myndinni yfir bernskurúmi mínu og var að biðja fyrir Jerúsalem. Maður í kirtli með geislabaug, heldur var hann og Guð á jörðu. Og þetta bara breytti lífi mínu. Ég man þegar ég kom að eldhúsglugganum morguninn eftir til að laga kaffi, þegar Gunnar var nú að tala um kaffið á hann, og horfði yfir úr Garðabænum og yfir Reykjavík og Kópavoginn, þá laust niður þessari hugsun í mér, veröldin ný.
veröldin ný. Og þess vegna held ég að trúin og þess vegna held ég að kirkjan þurfi að leitast við að í gegnum, auðvitað eins og hún gerir, í gegnum listir og menningu, að ná til fólks. Og hugsa ykkur hvernig kaþólska kirkjan náði til fólks á miðöldum. Það var aðalega í gegnum listirnar. Ég kom í Vatíkanið í fyrsta sinn í fyrra á árinu og þá sá ég þessar gríðarlegu skreytingar og listaverk sem að fólki sem var ólæst á þeim tíma tók trúna til sín í gegnum þessar myndir. Við tökum svo margt í gegnum augun og gegnum listinnar og þetta skiptir alveg höfuðmáli. En ég ætla að segja ykkur líka eina sögu, svo fór ég náttúrulega í guðfræði og lærði til prest. Ég svona seinþroska, ég fór 30 að læra guðfræði og starfaði við það til 70 og nú að verða hálf 8 og ennað, ég var nú að jarða í dag og þar var ég að vitna í Jóhannes Guðspjallamann og ræddi það hvernig listirnar og skáldin og listamennirnir hjálpa okkur að skilja veruleikann. Og ég sagði skáldið og rithöfundurinn og postulinn Jóhannes Guðspjallamaður, hann segir frá því í sínu Guðspjalli hvernig hann upplifði Jesú Krist og kynntist honum. Og fyrir honum var Jesús Guð á jörðu. Enda segir hann í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og svo segir hann, og þetta orð, þessi kraftur, þessi elska og þessi frumkraftur sem eru á bak við tilveruna, orðið varð hold, orðið varð manneskja í Kristi. Og þetta er grundvallar atriði kristinnar trúar og eina ástæðan fyrir því að kirkjan er til að Jesús var Guð á jörðu og breytti þessari veröld meir en nokkur annar. Páll Heitinn Skúlason, háskólarektor, hann skrifaði grein eitt sinn og var þar að minnast á Þóri Káir Þórðarsson sem kenndi okkur Gamla testamentisfræði í Guðfræðideildinni. Og hann talaði hann að hann hefði verið góður fulltrúi hugsanafljótsins. Og hvað er hugsanafljótið? Hugsanafljótið er, samkvæmt skilgreiningu Páls Heitins Skúlasonar, háskólarektors, það er þessi mikla elfur sem rennur í gegnum söguna og samanstendur af 2 ám sem renna og mynda þetta breiða fljót. Annars vegar er það grísk filosófisk, grísk heimspekileg á sem rennur og hugsun og hins vegar hebresk kristin. Og þegar þetta saminast í einu stóru fljóti þá verða til forsendur vísinda í heiminum í dag. Og útskýringin er svo að Grikkirnir hugsuðu hátt og mikið en þeir nefndu ekkert að vinna. Þeir setti ekki hendurnar í moldina eða vildu rannsaka eitt í neitt. Þeir voru bara að pæla. En hebrearnir, gyðingarnir, þeir litu alltaf á sig að þeir væru af mold og yrðu að mold og moldin væri númer 1 og að það að rannsaka moldin þess að allt í lagi. Þeir gerðu líka annað, þeir aðskildu Guð og sköpunina. Það er að segja Guð er yfir og allt umkring en sköpunin er efnisleg. Meðan að Grikkirnir þorðu ekki að hreyfa við jörðinni vegna þess að í henni að þeirra mati bjuggu góðumögn og guðir og allt þetta. Og bara þessi hugsun þegar þetta kristna, þessi háa hugmyndafræði Grikkjanna og skilningur kristinna manna og gyðinga á því hvernig veröldin er sett saman og að Guð er utan við hana en hefur samt áhrif á veröldina, þá urðu til vísindi og við hefðum aldrei farið til tunglsins ef að þessi 2 straumar hefðu ekki runnið saman í einn. Þetta er stórmerkilegt og það að hugsanafljótið hefur gefið Vesturlöndum allar bestu hugmyndir sem að veröldin á, sem varða mannréttindi, samfélag, samskipti, jafnrétti, réttindi, réttarfar, frið og öll þessi hugtök og allt sem við viljum berjast fyrir. Allt sem að heimurinn er núna á hraðleið með að kasta á glæ. Það er komið úr hugsanafljótinu, þessu mikla fljóti sem að hefur fært okkur
allar þessar hugmyndir. Tökum Sameinuðu þjóðirnar, sáttmála Sameinuðu þjóðanna, mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þetta eru kristin plögg, samþykkt af öllum þjóðum, en grunnurinn í þeim er kristin hugsun. Og þetta er svo mikilvægt að Ísland varð ekki til bara af sjálfu sér. Ísland var til vegna þess að hér voru fólk sett saman samfélag byggt á kristnum gildum. Það skiptir máli. Og þess vegna erum við kristin vegna þess að við höfum staðið saman af þessu. Kirkjan er líka með mjög einfalda skýringu á því hver sé kristinn. Stundum kemur fólk til mér og segir, heyrðu, ég ætla nú að biðja að jarðan pappa, en hann var nú ekki með trúaður maður. Og ég bros og segi, já, hann ekki skýrður og fendur? Jú. Þá segi ég, veistu hvað stendur í skilgreiningum þjóðkirkjunar við spurningunni, eða svari við spurningunni, hver er kristinn? Hver er kristinn? Og kirkjan svarar, sá eða sú sem skýrð er í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Punktur. Það stendur hvergi að presturinn eigi að athuga hve oft hinn látni hafi komið í kirkju eða beðið bænenda sinnar. Nei, það er skýrnin sem vígir okkur því hlutverki og því presshlutverki sem við öll erum að viðhalda hinnu góða í veröldinni og hinnum góðu samfélögum. Ég hef búið með 13 mínútur, Gunnar minn, og ég 2-3 eftir það. Já, gott. En hérna, ég var núna 2023 í fyrra, já, með fermingarsystkinu mínum á Ísafirði. Við héldum upp á það, áttum fermingarafmæli. Og ég talaði þar og ég sagði þeim, og ég rifjaði upp þessa sögu okkar barnanna þegar við fórum í Salem og í kirkjuna og á herinn. Og svo vorum við náttúrulega í stúku og við vorum skátar flest og allstað var kristindómurinn og hann var auðvitað kendur í barnaskólanum og gaggó. En ég var að rifja upp reynslu mína af hernum og löngu seinna þá var ég orðinn prestur í Neskirkju og ég átti að fara að gifta á laugardegi. Og það áttu bara að vera brúðhjónin og 3 aðrir viðstaddir. Og ég sagði við kirkjuverðin, þú skalt bara hafa frí, ég skal kveikja ljósin og gera klárt í kirkjunni og ég skal sópa snjóin á tröppunum. Og svo ég úti að sópa snjóin á tröppunum, þá kemur fullorðin kona gangandi og ég heilsa henni og segi, góðan daginn, ertu velkomin, ertu að koma í hjónavísluna? Já, segir hún. Já, ertu skild brúðgumannum eða brúðinni? Já, ég er frænka brúðgumann, segir hún. Jæja, segir hún, hvaðan, má ég spyrja, hvaðan kemur þú? Ég kemur frá Noregi, segir hún. Jæja, kemur frá Noregi, já. Og hvað varst að gera þar í 40 ár? Já, ég var í hjálpræðisveitum, segir hún. Jæja, segir ég, þá verði ég nú að segja þér sögu frá því ég var strákur. Það var svo gaman á hernum og Ísafirði. Við sungum þar og lofuðum Drottinn og lærðum að syngja Jesú og alla þessa söngva, mitt fley svo lítið og lögur svo stór. Ef hún syngja það? Mitt fley svo lítið en lögur svo stór, mitt líf í frelsarans hönd og hann stýrir bátnum þó bylgjan sé há, beint upp að himinsins strönd. Og hann stýrir bátnum þó bylgjan sé há, beint upp að himinsins strönd. Og svona einfaldi söngvar með myndmáli við lærðum þá. Ég söng þetta nú ekki fyrir þessa konu, en ég sagði við hana að þetta hefði verið gaman og við höfum staðið í biðröð. En svo sagði við hana að skrítið með hermennina, þeir kom og fóru, karlar og konur, majórar og kapellánar og hvað þetta hét allt, og katikettar en við vissum aldrei hvað þetta fólk hét. Og þegar ég horfið tilbaka þá bara ein manneskja sem ég man eftir úr hernum. Hún var svona búlduleit og hún var með hattin á og slaufunni hérna undir og brosti eins og sólin og hún söng og spilaði og kendi okkur að syngja Jesú. Og þá segir hún, já, hvað hét þessi kona? Ég segi, hún hét Guðfinna, segir. Það horfur hún á mig og segir, ég Guðfinna. Og þarna var hún sem heitir Guðfinna, sú sem finnur Guð eða sú sem Guð finnur. Hún var komin að hitta
drenginn sem hafði lært að lofa Drottin og var orðinn prestur. Og trúin miklu meira þetta, að segja börnunum sögur, að syngja með þeim, biðja með þeim og sá þessum fræjum í hjartað, barnatrúarinnar. Barnatrúarfræin mín, þau voru bara hér. Vísindamenn hafa oft fundið fræ á fornum stöðum við uppgröft og sett þau í mold og vökvað og fundið út hvers konar fræ þetta nú? Það þarf bara skilyrðin og ég fekk skilyrði fyrir mína barnatrú, fyrir fræin í brjóstunu að blómgast, að spíra og vaxa og blómgast. Og þess vegna ég hér, af því ég trúi á persónulegan Guð og af því að ég Guðfinnur, ég hef fundið Guð og ég veit að Guð hefur fundið mig. Það gerði hann bara þegar ég var til, bara þegar ég var getinn. Og þá var svo margt ákveðið í lífi mínu og hann enn að skapa með mér. Og fyrir það vil ég þakka og fyrir þessa frábæru innleiðingu Gunnars og öll hans skrif þetta mál sem að vonandi vekja fólk til umhugsunar það að Guðleysi nú ekki svo skynsamlegt þegar á allt verður litið. Guð verður ekki afsannaður en hann verður heldur ekki sannaður. Og lífið þeim töfrum gætt að ef við vissum allt þá yrði lífið óbærilegt. Það verða að vera svið sem eru leyndardómar og við skiljum ekki en erum stöðugt að leita. Guð verður aldrei sannaður. Hann verður aldrei sannaður. Við verðum að leita hans og leita í leyndardómana til þess að reyna að skilja okkur sjálf með því að spegla okkur í þeim hugmyndum sem mannkynið á Guð og þær hugmyndir eru æðstar og bestar í Kristi. Það ekkert fegurra til í veröldinni og þetta þurfum við að segja landsmönnum okkar og gera það bara á hógværan hátt með því að vitna hvernig trúin hjálpar okkur í daglegu lífi. Ég bið á hverjum degi og ekkert endilega þannig að ég setjist niður og sé með einhverja langar bænastundir. Ég bið bara allan daginn. Ég að keyra bílinn og hvar sem ég tala við Guð. Jæja, Drottinn minn, nú ég að fara þetta hérna. Hjálpaðu mér nú í þessari jarðarför í dag. Ég þarf að ná til fólksins og hugga það. Gefðu mér nú krafti þess að gera það fallega. Og bænir þurfa ekki að vera eitthvað svona formúlur og svona, það gott að kunna bænir. En þetta nú bara svona samtal við Guð. Eins og við tölum saman sem manneskjur. Góða stundir. Halló. Jæja, þá held ég að við séum bara tómir. Búnir á því. En við eigum einhvern smá tíma, þannig að ef það eitthvað sem að hreyfði við ykkur, þá bara að gera varpa fram einhverju spurningu. Já, við skulum bara vera snörp til að koma sem flestum að. Gjörðu svo velkomlegur. Ég bið afsökunar ef að þessu var svarað í upphafi, en mér langaði til áréttingar að biðja ykkur að svara því. Hvað gerir persónu að persónu? Já, það bara mjög góð spurning og örugglega hægt að koma að henni bara út frá ýmsum áttum, en ég hugsa að ég haldi mig bara í samhengi við það sem við höfum verið að fjalla hér í kvöld, bara við það sem að ég nefndi hér áðan að það sem að gerir persónu að persónu að hún veit af sjálfur sér, hefur sjálfsvitund og býr yfir eiginleikum á borð við frjálsan vilja og hugsar, hefur vit og vilja og lætur til sín taka, gerir eitthvað. Það myndi ég halda að væri svona grundvallarskilyrði þess að teljast persóna í svona heimspekilegum skilningi og það fellur mjög vel að okkar guðfræðilega skilningi líka.
þetta bara mjög flott. Við erum persónur og mér er hugsað til, ég las nýlega steingerving sem fannst af lífveru marg milljón ára gömul og þar greina vísindamenn strax í þessu frumlífi einhvers konar munstur, það einhvers konar samhverfu sem í okkur öllum. Þannig að þetta er einhver heild og bak við slíka snilld og slíkt munstur hugsun, því sem að prjónið eða málið og teiknið eða hugsið í munstrum. Við erum persónur. Það mætti bæta ýmsu við, rökrænir eiginleikar sem við búum yfir og fleira. Eru einhverju fleiri sem að myndu vilja velta einhverju upp? Já, mér langaði að varpa fram spurningu varðandi það sem þú sagðir áðan, Örn. Það snýr að skírninni. Ég velti verið með frjálsum vilja. Við þurfum að taka afstöðu til trúarinnar. Trúin er persónuleg og Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikur, lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, nema trúa mig, samanber litlu biblíuna, því svo elskaði Guð heiminn, gaf son sinn enginn til þeirra hver sem á hann trúi glatist ekki heldur á eilíft líf. Og svo versið í Jóhannes 11, 25-26, ég er uppreisnin og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi og hver sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og svo segir, trúir þú þessu? Þannig að það er gerð krafa að við tökum afstöðu og það er svona við sem svolítið skrítið að, og þá er spurningin, er það kenning þjóðkirkjunnar að skírnin sem ómálga börn, að við getum bara hegða okkur hvernig sem eftir það og einstæðins að við þurfum að taka persónulega afstöðu. Og Kristur segir, sá sem ekki með mér á móti mér, sá sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Er barnaskírnin nóg? Kirkjan, láttu hann hafa hljóðnemann tilbaka. Kirkjan svarar þessu, það að segja hver kristinn, það sá sem skírður. Og við höfum annan skírnarskilning en til dæmis hvítasunnumenn sem að líta á að að trúin sé ákvörðun. Mér finnst guðfræði kirkjunnar það að trúin sé gjöf Guðs alveg gríðarlega falleg. Við erum tekin inn í trúna, inn í kirkjuna sem ómálga börn og skírð, en auðvitað eigum við ekki að gera hvað sem hvorki hvítasunnumenn, lúteranar eða katólekar. Og auðvitað eigum við ekki að fara og bara reynsa okkur á kvöldin með skriftum og stela á daginn og reynsa að fara svo í sturt á kvöldin. Ég var einu sinni á ráðstefnu á Filippseyjum og með honum Friðrik Skram, vinum mínum, og við tókum daglega leigubíl í miðborgina á ráðstefnustaðinn og það voru ýmist hindúar eða búddistar sem keyrðu okkur eða katólekar. Og við söndum alltaf verði fyrirfram. Þegar við komum á á ráðstefnustaðinn, þá reyndu sumir bílstjórarnir að þeir þóttust gleyma hvað við höfðum samið og vildu rukka okkur meira. Og það voru alltaf katólekar. Það voru alltaf katólekar. Þeir fóru bara kvöldið ábyggilega og skriftuðu og hreinsuðu sig. En búddistinn, hann ábyrgur fyrir sínu karma og hann skemmir ekki sitt eigi karma. Varðandi þetta með áhersluna á ákvörðun mannsins, varðandi skírnin og trúna, auðvitað kallaði Jesús menn til trúar og það gerir kirkjan. En hún gengur að því að barnið sé fullkomin manneskja strax í byrjun og eigi að blessast og vígjast inn í hinn kristna söfnuð og vera þar sem fullgildur meðlimur. Svo þarf að kenna barninu hvað í því felst. Þannig að ég er harður fylgjandi þess að skýra börn, því að það Guð sem gerandinn en ekki maðurinn.
Já, en svo þurfum við að vaksa og vera fullorðin og taka okkar ákvörðun. Alveg rétt. Er þetta ekki persónleg ákvörðun? Við skulum ekki gera þetta tveggja manna tali frændi sæll. Já, en í trúnni er von, eilíft líf, en í guðleysinu er engin von. Nei, Það er bara eins og Hatari segir, tómið heimtir alla. Já. Fleiri spurningar? Árétting kannski. Við erum grundvölluð í okkar trúarskilningi á skírninni, eins og fram hefur komið hjá frummælandunum og Guði séu þakki fyrir það. En í raun og veru veldur hver á heldur, ég hefði viljað bæta við skilgreininguna, hver sá sem skírður er í nafni heilagra þrenningar og játar trúna, þar að segja vill þiggja gjöfina. Ómálga fólk getur ekki þegið, það er borið upp af trú ástinanna og kirkjunar, en síðan kemur að því að hver og einn. Annars erum við að berja Helga Hósvæðarsson og segja honum þú ert bara víst kristinn, lát ekki svona. En við þurfum játningu. Auðvitað getur fólk kasta trúnni og forsmá trúna, en ég held að kærleikur Guðs sé stærri en við skiljum og kærleikur Guðs er stærri en við höfum reynt af samfélagfólki okkar og jafnvel foreldrum. Það er dýpra og meira og við veitum aldrei hvernig hann fer með það. Lokaspurning, ein eða tvær? Það eru 2 mínútur eftir. Það var að vera... Það komið rautt ljós? Já, við vorum mynd á það hér í dyrunum áðan að þessi er að ljúka. Meira? Já, sælir. Mér langaði að spyrja ykkur kaþólska kirkjan er með gula kenningabók alla sína kenningar. Einar Sigurbjörnsson hefur skrifað bókina Kirkjan játar. Er þetta bæði á íslenska vísu og alþjóðavísu vísi ákveðna bók hver eru nákvæmlega kenningar þjóðkirkjunar vegna þess að ég fæ heyra messur frá Bandaríkjunum í þjóðkirkjunni og erindi og þar er eitthvað allt annað svona annur kenning en ég heyri oft í þjóðkirkjunni hérna heima. Getur þú komið dæmi þær? Já, það er bara til dæmis með hjónabandið, karl og kona. Það er 1 hold sem dæmi. Já, sem dæmi. Það er ekki mörg kyn, það er bara 2 og þetta liggur á ljóst fyrir. Á ekki kirkprestar á Íslandi lofa því að boða Guðs og hreint og menga og það er eiður sem þið farið með. Á hverju er tilfinningur og tíðarandi þá að augra því að þið fylgið sannleikunum alla leið alltaf? Já, sko, ég myndi nú ekki segja að kirkjan eigi einhverjar sérkenningar umfram það sem að við getum lesið út úr ritningunni og er svo að finna í játningunum sem að við fylgjum okkur í kringum. En við getum auðvitað endalaust velt fyrir okkur einstaka spurningum og viðhorfum og vangaveltum hitt og þetta. En kannski bara svarið við þessu að kirkjan er ekki einsleitur hópur og þar vissulega er að finna viðhorf af ýmsu tagi sem að ýmsir innan kirkjunar geta deilt og ná ekki saman það er tilfellið. Og hvað það segir kirkjuna eða að hverju það gerir okkur í samhengi við aðrar systur kirkjur eða kirkjudeildir er svo bara önnur spurning og þetta er allt mikilvæga spurningar. En ef við hugsaum það sem að við getum og eigum að sameinast grundvallaratriðin þá held ég að við séum ekki að skera okkur frá þeim öðrum kirkjum og kirkjudeildum sem að við viljum bera okkur sama við en þetta er stórt og þétt og það er einhver staðar kjarni, einhver grunnur og svo er hægt að
að stilla sér upp einhver staðar út í öðrum og þar kannski þinni staðins eða möskvatni stekka og í þessu samingi öllu held ég að það sé þeim meiri ástæða til þess að halda í það sem að við eigum og getum sameinast um. Ég skynja áhyggjur þínar af kirkjunni og ég hef það líka og auðvitað það ekki gott ef að svona grundvallarkenningar ekki á hreinu. En ég held ég ljúki þessu með því að vitna í guðleysingja. Páfa guðleysingjan í heiminum, Richard Dawkins. Hann er erfðafræðingur og hann segir kynin eru bara 2. Það útilokað að þau séu fleiri. Kirkjan mætti nú læra því.